Gætur aldrei hugsað að fara í Miðflokkinn? Já, ég meina, Sjálfstæðisflokkurinn á ekkert einkaréttandi stefnu, sko. Einhver fjölmenning, það hér er bara íslensk menning, sko. Getur það aðlaðinni eða getur það ekki. Sumir eru bara þannig að íslensk samfélag, íslensk menning og íslensk löggjöf henda þeim ekki. Þeir allar sér ekkert aðlaðast því, þess að það stríðir gegn þeirra sannfæringu og þeirra trú. Já, leður komið með sko algjörlega ósamrýmanlega hugmyndafræði og lífsgildi í stórum löndum Evrópu sem þú samræmir ekkert, þá endar það í átökum, hvort sem við kallar borgarastyrjöld eða eitthvað annað, það endar bara í alvöru átökum. Vend okkur fyrir yfirvöld, tjáningafrelsi, frelsið er athafn. Nei. Það mannréttindi snúast það að skattgreiðendur borgi eitthvað fyrir mig. Ógeð eru þetta bara annað orð yfir sko sem ég kalla fasisma í raun. Kyn eru bara tvö. Við þurfum ekki að ræða það. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsi.is, bæjarins bestu pilsur, Happy Hydrate, Alvöru Bón og Polsen. Nú ef þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu, þá ferðu inn á partus.is/ein pæling til þess að fá þennan þátt á undan öðrum og án auglýsinga. En fyrir ykkur sem eru að hlusta, þá vil ég eindregið hvetja ykkur til þess að eiga viðskipti við þessi fyrirtæki, því þrátt fyrir það að þau séu ekki sammála mér um allt, að þá er þetta fyrirtæki sem að standa undir málfrelsi á Íslandi og það er nákvæmlega það sem þetta hlaðvarp stendur fyrir. Brynjar Níelsson, enn og aftur. Hvað segirðu gott? Ég segi bara allt gott. Big Binni eins og þú vilt láta kalla þig. Já. Hérna, ég ætla að laga þessu mæki. Býtu? Já. Þannig að heyrist nú í þér. Hvað segirðu gott? Ég segi bara allt mjög gott. Það ekki? Jú. Líf að fara vel með þig? Já, bara er svona blíðum höndum. Þú ert svo spengilegur, þú er greinilega búin að vera í ræktinni. Já, ég er búin að ræktinni. Er ekkert erfitt að vera með, hvað var að segja, þitt orðspor og líta líka út fyrir að vera tvítugur? Lítur að þurfa, þetta er eins og flugur á skít, eins og þú segir. Já, þú ert að nota orð sem ég ekki heyrt áður, en allt í lagi, þetta hljómar vel. En nei, ég þarf að taka aðeins til í mínu lífi. Af hverju? Já, sko, þegar þú ert orðin fullorðinn, þá þarftu að hafa meira fyrir þessu. Þú byrjar að sjá í magaveðana? Nei, en vömbin hefur minnkað, menn taka eftir því. Og svona bara, þú veist, ég líður bara betur. Það hættir í bjórnum? Ég hef aldrei verið mikill bjórmaður. En svona áfengisneysla hefur til þess að minnka með árunum. En ekki án þess verið samt. Það er bara ekki hægt. Nei, við hittumst daginn. Já. Herðu, við förum yfir stórumálin. Hérna, það er verðbólga, hreyfingar í alþjóðamála kerfinu. Bandaríkjaforseti eins og hann er. Við erum að sjá auknar atvinnuleysistölur. Við erum að sjá stórkostlega bara vendingar á öllum sviðum. Og þannig að við byrjum bara svona mjög vítt og pælum aðeins í þessu. Hefði Guðbrandur átt að segja af sér? Nei, það veist við ekki. Ég eiginlega skildi ekki, en hann verður náttúrulega bara ákveða það sjálfur. Heldur hann að ákveða þetta sjálfur? Ég veit það ekki. Það sem er kannski eiginlega þreytið mig í kring og svona, sko, þetta er eitthvað 13-14 ára gamalt. Hafði hugsað sér þetta. Það gerir segur að hætta við vændisköp? Já, þessi kannski eiginlega fer mest í taugarnar á mig kringum svona atriði er sko dygðaskreiting annarra í kringum svona. En ég meina... Það er nú flekklaus á fólki? Já, svona eitthvað, hálfpartinn hlakkar yfir óförum annarra. Ég hef eiginlega ekki gaman að því, sko. Ég finnst þetta bara leiðilegt fyrir mannin að ég veit ekki hvort það hefur verið þrýst á hann eða hvað, ég hef ekki hugmynd um það. Hvað heldur þú? Ég held að það hafi verið, eða þú veist, ég veit það ekki, þannig að Vísir hefur samband við hann hlýtur á að segja Þorgerði frá þessu, það er einhver fundur, þau álykta sem svo að þau geti ekki verið að taka svona hita, betur að fá varamannin inn og kasta honum undir vagnin og svo er alltaf sagt eitthvað eins og þetta séu erfiðir tímar framundan. Það bara standa engir í lappirnar lengur, það er allt einhvern veginn, ég veit ekki hvað að segja um það, þetta er bara ömurlegt og kannski vantar eitthvað í söguna, ég veit það ekki, þetta er bara, og svo kemur gamla fangaverðin og gúlag allt, og gúlaginu og
og finnst þú ekki nóg að segja af sér sko, hvernig hann ætlar að bæta ráð sitt sko. Mér fannst það eiginlega best sko, hann var strax farið í það sko, hann er búið að tala um ábyrgð hérna í áratögu eða svo, að það sé alltaf mikilvægast að taka ábyrgð og svo segir hann hérna, já ég ætla bara að taka ábyrgð og hætta þessu og svo kemur það eftir og við sjáum til hvort hann raunverulega bætir ráð sitt eða hvernig hann raunverulega gerir þetta upp sko, sem mun alltaf aldrei takast. Svo þykist að fólk verða að berja sér fasisma, ég er löngu að skilja þetta sko. En svona er þetta bara einhvern veginn í dag og ef menn halda vókið sér búið þá er það líka rangt hjá fólki sko. Já. Heldur það sé ríkt ennþá í okkur? Já. Vinstrið er uppfullt af þessu. Það er bara, þú ítir því ekkert út sko. Nei. Nei. En núna, þú náttúrulega baðst að koma hingað út af því að þú ætlaðir að tilkynna framboð þitt það í prófkjöri vor til vinstri það að vera oddviti í Reykjavík. Sko, vor til vinstri sko, það hefur aldrei vorað í vinstrinu sko, bara aldrei og hvað sem það hefur verið og þetta er svo mikil öfumæli vor til vinstri sko, frekar einhver fimbulvetur til vinstri en hann er merkjað með þessi nöfn á þessu stjórnmálaflokku. Þeir segja, það er nú sjaldan nokkuð réttnefni í þeim. Sko, Framsókn er nú alla framsækin flokkur. Samfylkingin hefur alltaf verið bara einhverju átökum alla tíð innanbúðar. Fjöldi manna í Sjálfstæðisflokknum fór úr honum til að afsala okkur fullveldinu. Þetta er allt eitthvað mjög öfugsnúið sko. Þannig að nöfnin segja lítið orðið. Það má samt færa rök fyrir því að það sé verið að reisa við hagkerfið, að við reisnar fólkinu. Já, þau fóru í þennan flokk stofnuðan til þess að fara inn í ESB sko. Já, nei, ég var nú bara að stríða eins og staðan er í dag sko með hagkerfið. Já, við reist út á þessi ágætis nafn og hann var náttúrulega viðreisna stjórn á sínum tíma. Já, en ég sko með þessa stjórn sko sem eru fengið alveg ótrúlega langan tíma svona til að sýna einhvern árangur. Það hefur umverulega ekkert tekist. En það er óbúrslega mikil spuni kringum þetta í fjölmiðlum og tekur eftir því sko, þess að segja bara ægilegur verkstjórn og mikið að gerast og eitthvað svona. Það er ekkert að gerast. Og svo komaði með fjárlög sko sem bara fer í þveröfuga átt við tilganginn sko að slá niður vöxt og verðbólgu. Ég held að þetta sé eitthvað allslagasta fyrsta ári á ríkisstjórn mjög lengi sko í raun. En umræðan er öllum þannig að þetta sé bara einhvern veginn aðeinslegt og spunin er svo mikill sko. Orðið á götunni og RÚV og mannli og vísi.is og allir hvað sem miðlar, það er bara alveg frábær stjórn og mikið að gera og mikil verkstjórn og það eru sleggjur og það er verðsköpun og þetta er allt bara eitthvað svo öfugsnúið að maður er bara sýtur hérna og klóra sér í skallanum sko. Já, en þetta er náttúrulega, það er aðeins að draga orðið núna og ég fagna því ekki neitt sko, það er reglulega ákveðin þórðargleði í sjálfstæðismönnum en við erum aftur á móti að horfa upp á það að það er bara sko, ég sagði þetta, ég var með Gísla Frey og Andreu Sigurðardóttur í dagmálum fyrir einhverjum 5 vikum eitthvað svo leiðis og þar sagði ég sko eitthvað sem að mér þegar þótt vera mjög áhugavert í allri umræðu fjármál hins opinbera og fjármál almennt er að sko síðasta ríkisstjórn þó svo að hún hafi verið full vinstrisinnuð fyrir okkar smekk að þá var hann að takast á við sko frá 2019 sko endurskoðun í það minnsta eða þá nýja kjarasamninga 3 sinnum. þar sem var alltaf verið að dæla inn meira pening inn á hagkerfi sem að gat ekki þolað það. Og það sem að mér hefur þótt svo sérstakt er að kjarasamningsumræðan hefur bara ekki átt sér stað út af því að það er núna 1 ár liðið og það er bara eins og að sé út fyrir sviga þangað til í dag. Þegar að Halla Gunnarsdóttir réttilega segir, heyrðu, nú erum við að fara að horfa upp á það að kjarasamningar ekki að fara að standast. En samt er búist við það er 3,5% launahækkun núna 1. apríl, 3,5% launahækkun næsta 1. apríl 2027 sem er 7% launahækkun á rétt rúma ári
þessi kjarasamningar eru að fara felldir undir þeim formerkjum að það verði ekki nóg og það, ofan í þetta stagflation sem er fyrirsjáanlega að fara að komast að laginnar, það er svakaleg þróun. Já, ég bara, veist, tala mann alveg inn í þunglindi núna, sko. Það er bara satt skal segja ekki sérstaklega bjart framöndan. Og sko, þú heyrir alveg hvað gír verkalýðshreyfingin er. Þetta munu þau ekki frekari fyrir daginn bæta stöðuna í þessum málum. Og ég óttast það bara að við séum komin bara í gamla vítahringinn sem ég ólst upp við, vexti og verðbólgu. Enginn er tilbúinn að gera það sem gera þarf og enginn þorir að stíga niður fæti og enginn þorir að taka ábyrgð. Þá bara höldum við því áfram, sko. Ég er að fara að gera og það kemur verst niður á launafólki, sko. Já, það gerir það, sérstaklega fyrir þá sem ekki eiga eitthvað, þrátt fyrir það að þeir sem eru að berjast fyrir þessu eru alltaf að segjast vera að berjast fyrir þá sem ekki eiga, sko. Já, þeir eru ekkert að því, sko. Því miður, sko. Þetta verður mjög sérstakur vetur, sko. Og ég myndi að segja fólki að spenna beltin, sko, því þetta verður þeysi reið, svo ekki sem meira sagt. Já, sko, það sem auðvitað, sko, síðasta ríkisstjórn var náttúrulega ekki fullkomin, sko. Hún auðvitað náði ekki að taka á þessum orkumálum, hún náði ekki að ná stjórna landamærunum og hún dældi bara pening í þessa kjarasamninga alla, sko, og sérstaklega opinberra starfsmanna. Það var auðvitað kannski ekki almennileg innistæða fyrir þessu og þó menn segir kannski, jú, það gat alveg verið innistæða fyrir þessu, hefði þetta COVID ekki komið og allt það, en þá þurftu þetta allir, sko, innviðuppbygging að setja á hakanum, af því að fór allur hagvöxtur í þetta og menn knúðu þetta bara áfram, bara fordómalaust að hraða þessa kaupmáttaraukningu, þessar kauphækkanir. Og það kemur auðvitað bara í baki okkur núna og ég bara vorkenni þessa ríkisstjórn að fara að glíma við það þegar það kemur. Heldur að Sjálfstæðisflokkurinn sé einhverju tækifæri til þess að geta svona, nýtt sér ástandið, þátt fyrir það sé nú ekki fallegt? Nei, hann þarf nú að byrja að fá eitthvað sjálfstraust og hann gerir eitthvað og þóra að segja eitthvað og þóra að standa fyrir eitthvað. Hann þarf nú að byrja á því. Þú hefur náttúrulega staðið í lappirnar þetta eru örugglega svona 2050 þáttunum sem við tökum. Ég veit það ekki. En svona, þegar þú horfir tilbaka, þá eru þínar skoðanir orðnar töluvert vinsælli núna, heldur en voru, 2017, sem að þú varst bara hvítur og ómögulegu kall. Já, rasisti og fasisti og allar pakki og auka hægrum og ég það nú vísu ennþá víst. Og svo kemur bara flokkur og segir bara hlutir eins og þeir eru og þá ríkur hann upp í skoðanakönnunum. Já, Framsókn. Miðflokkurinn og og nú fá þeir Snorri Másson fær bara sömu guðs og ég fékk núna. Það orkaði honum. Hann bara segir þetta er bara eins og þetta nákvæmlega hvað þetta er og þá bara ég held að hann fari meira í taugarnar á þessu fólki heldur en ég. Já, það er ungur, sko. Hann á ekki að vera á þessum skoðunum, sko. Nei, en ég menna hlusta á samstöðuna sem ég gerir stundum, sko. Og þá finnum maður, sko, alveg bara, sko, reiðina, krauma og andúðina og hann er einhver svona hægri yfirburða. Hvít yfirburða hyggjumæður. Já, algjör þvæl einhvern veginn og svona, já, hvaðan kemur þetta fólk eða? Og ég menna, ég held að ég trúi því alltaf á sínum tíma og ég held að ég trúi því ennþá að það sé raunverulega eftirspurn því að mann segir bara hlutin eins og þeir eru, sko. Og nálgistu og vandamáli hvernig við að glíma við það. Þetta er svona, sko. Því ég geti bara að horfa fram hjá því með einhverju dyggðaskeytingu með einhverju óraunsæi. Horfðu bara á hlutin eins og þeir eru. Þeim tekst það ágætlega. Það er bara skýringin okkur fara upp, sko. En svo finnur þú svona aðeins þegar maður horfir á ég var svo ánægður með minn flokk, Sjálfstæðisflokk núna í umræðinu fjárlögin, sko, þegar tillögur þeirra komu, sem voru bara mjög góðar, komir óvart, hvað það voru öflugur
og vel unnar tillögur Sjálfstæðisflokknum í kringu fjárlagafrumvarpið. Og þá fann ég aðeins mun á Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum. Þá veitum maður hvað ræturnar á Miðflokknum liggja svolítið sko. Þó er það staðið sér mörguleiti mjög vel í öðru. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Já, þeir eru svona menningarlegt íhald sko sem að... Já, sem er bara fínt. Sjálfstæðisflokkurinn var það glapræði að fara í svona meiri framsækni, tími kvenna, tími meiri svona frelsi er að fá vera eins og þú vilt og svona gamli hvíti kallar sem að voru svona eins og stjórnarflokknum, þeir eru núna að fara aftast í rútuna. Nú er komið tími okkur. Já, menn höfðu einhverja hugmyndafræði að nútími var eitthvað, þeir sögðu nátt við mig sko, ég ætti að koma inn í 21. öldina sko. Og ég sagði bara alltaf við þau sko, sumt er bara rétt og breytist ekki saman hvað öld er sko. Og en menn aðeins þróust þess átt í það, menn, þetta tilhneiging Sjálfstæðisflokksins að vera svo mikið breiðfylkingar höfðu til allra alltaf sko. Og það er líka komin koll í dag sko. Því allt í einu bara finna aðrir sko plattform. Miðflokkurinn allt í einu plattform fyrir margar sjálfstæðismenn, með þess að Viðreisn og hugsaði einhver leiti Flokkur fólksins á sín tíma. Þannig að einhvern veginn skélinn bara stendur einhvern veginn nánast holuð innan sko. Já, ég man eftir sko þegar þessi svona stemming svona reið sér til rúms að þá, ég man ekki, það var einhverjum af þessum frambærilegu konum sem kom í Sjálfstæðisflokkinn og ég sagði alltaf, já, það er frábært, en þú ert hérna óhátt því hvort þú ert konu eða ekki sko. Það var líka svona smá svona, þú er bara frambærilega eins og þú ert. Svona svolítið eins og Kristrún er bara öflugasti stjórnmálamaðurinn í samfélkingunni. Og það er ekkert út að hún er kona sem hún er þannig. Ég þarf þetta líka við Þorbjörgu Sigríði eitthvað hérna. Ég er hérna sem dómsmálaráðuneyti sem kona og hana. Já, þetta fer í töðra mér að vísu allt þetta, en sko þessi identity politík hefur þetta verið allsráðandi. Í mjög langa tíma núna sko. Og staðan fyrir að ég er alltaf bara eins og minn flokkur sé, við erum bara einstaklingar sko. Og ég vil bara vera frjáls einstaklingur. Alveg saman hvernig ég er, hvort ég sé hvítur, svartur, kona, kall eða bara einhvern veginn sko. Þú vilt ekki eins og vera í liði sem er náttúrulega ástæðan fyrir því þú varst aldrei ráðherra. Já, ég á mjög erfitt, en þó get ég alveg spilað með liði sko. Ég gerir mig grein fyrir því að ég næði ekki alltaf öllu mínu fram. Og ég er mikill liðsmaður enda alveg upp í knattspyrnufélaginu Val hjá einna drengjunum að séra Friðrik sko. Þannig að er í lagi með þig? Já, fínu lagi. En þetta er auðvitað, verður einhvern veginn svona allsráðandi þessi identity politík og sem er mjög bara leiðileg. Og ég held að finnist á öllum leiðileg. Og þetta er allt einhvern veginn sett upp í einhvern Excel-skjal, allt lífið sko. Endanum drepast við bara á leiðindum sko. Það er þróunin sko. En menn eru bara mjög uppteknir þessu, sjálfstæðismenn líka sko. Það var mjög ábyrjandi þegar ég var í Sjálfstæðisflokknum sko. Þetta er alltaf eitthvað sem við höfum rætt á sko, sem mér er kannski langt síðan þú komst og svo við kannski sko setjum við sko gamlu hjólförun okkar í nútíma samhengi sko, að út af Miðflokkurinn er eins og hann er, Snorri Másson er eins og hann er. Það er eitthvað sem er að krauma hann undir og maður sér það bara á því hvernig fólk er að haga sínum málum á samfélagsmiðlum. Ég held að fólk sé miklu peppaðara fyrir Snorra Másson heldur en að almennt þorir að viðurkenna sko. Og það er svona held ég svona, af hverju er Sjálfstæðisflokkurinn ekki bara, svo litið bara, við erum þetta pluss markaðsfrelsi. Já, ég meina Snorri Másson svo sem tala bara ekkert ósvipað margir sjálfstæðismenn gerðu sko. Hann talaði ekkert öðru sem ég. Nei, mjög lítil munur okkur og nema ég bara, það er aldursmunur. Þú ert líka aðeins myndalegri? Það er áhöldum það, fræðin greinir á það, en hann er bara mjög sko, og Sigmundur og Beggi og í talum ekki Sigríði Andersen sko. Það sem auðvitað gerist í kosningum 2021 í Sjálfstæðisflokknum að okkur Sigríði er raunverulega hent út. Miðflokkurinn er náttúrulega bara varalið Sjálfstæðisflokksins. Já, sko, Sigríði hent út að hafsauga mér og ég sem bara hent í fjöruborðið
en ég menna þá auðvitað, veist, og menn segja, já, Sjálfstæðisflokkur var stofnaður úr Frjálslyndaflokknum og Íhaldsflokknum. Þetta var auðvitað bara Íhaldsflokkurinn, sko. Það var einn þingmaður Frjálslyndra. Það var bara Íhaldsflokkur og tók hana Frjálslynda til sín, sko. En menn eru alveg búin að gleyma því að hverju Sjálfstæðisflokkur var stofnaður. Hann var stofnaður til að slíta sambandinu við Dani. 1929. 1929 segja upp sambandslagasamningum. Þetta var tilgangurinn, sko. Og svo auðvitað þróast einhvern veginn og menn allt í einu fara úr Sjálfstæðisflokknum til þess að fara inn í Evrópusambandi. Það getum við alveg farið bara aftur í Danmörku, sko. Og þetta einhvern veginn, sko, og þetta var auðvitað íhaldsflokkur ákveðin gildi, það skiptir máli, sem breytist aldrei, sko. Það er bara hluti af mannlegri tilveru og samfélagi. Og svo kom bara einhver hugmyndafræði, oftast einhver staðar úr háskólanum, sko, alls konar að della. Og svo fara Sjálfstæðismenn að taka þetta upp líka. Og þá sem ég akkur er ég hérna ennþá, sko. Og þannig að margir bara segja við mig eins og Miðflokksmenn segja mér, þú átt miklu meira heima í Miðflokknum. Og ég er ekki alveg viss um það. Þó ég geti alveg tekið undir málflutninga þeirra mörgu leyti, þá er hann líka inn í Sjálfstæðisflokknum. En það er eins og menn hafi ekki þorað einhvern veginn og hafi ekki haft sjálfstraust til að tala hreint út um það. Að því leyti held ég sé ekki mikið munur á Sjálfstæðisflokki og Miðflokki. En það skiptir auðvitað máli hverju er að presentera þetta og hvernig það er gert. Miðflokkurinn hefur bara staðið sér betur í því. Já. Gætur aldrei hugsað að fara í Miðflokkin? Er til sá veruleiki þar sem að þú myndir fara í Miðflokkin? Já, ég meina, Sjálfstæðisflokkurinn á ekki einkaréttandi stefnu, sko. En sjálfstæðisstefnan er svona blasir við mér og sem ég hugsa, sem snýr sem einföldur hlutum, fyrir sérstaklega orða athafna, eignarréttin og svo framvegis, friðhelgi einkalífsins, sem er bara algjörlega nauðsynlegt svo við getum bara skapa verðmæti og og einhvern veginn var en gagnvart yfirvöldum. Þetta snýst sjálfstæðisstefnan. Þetta er svo einfalt og svo fagurt. Það er engin annar flokkur alveg með þessu stefnu. Þannig að ég á mjög erfitt með yfirgefa Sjálfstæðisflokkin. En einhvern veginn hefur menn einhvern veginn mist tökin á þessu, kannski að því eru búin að vera svo mikið í stjórn og það þarf einhvern veginn að höfða til allra og gera einhvern veginn fyrir alla staðan fyrir, og menn bara fókusir ekki á eigin stefnu, menn bara gleyminni, menn er svo upptekinn að bara stjórna einhverju landi, sko, einhverju þjóð. Og ég held að það sé bara að koma í baki á okkur núna, en menn geta alveg náð einhverju viðspyrnu, ég er ekki í vafa um það. Nei, þetta er náttúrulega líka sérstaklega slæmt, sko, út af því að svo við tengjum þetta núna inn í ríkisstjórnina starfandi núna, fengu til sín hana Marionu Mazzucato sem er sérstætt hagfræðingur sem að Þórður Pálsson hafa sagt hjá Gísla Frey að þetta var einhver svona hagfræðingur sem allir hættu að hlusta út af því að hún talar svo einkennilega, en þá ákveðum við einhvern veginn að fá hana hingað út af því að hún hafi verið að ráðleggja einhverjum ríkisstjórnum kaupin og kvappin það að einkaframtakið sé í rauninni ekki stakk búið til þess að vera frumkvöðl og þar af leiðandi ætti ríkið að stíga þar inn, og það sé að hún skrifaði hvort það var State Entrepreneurship of States eða State Entrepreneurship, ég man ekki hvort þetta var, ég hef ekkert skoðað þetta í þaula, en þar tekur hún til mér dæmi um það að GameSquad séu svo mikið framfaraverk ríkja, samt sem aður eru bara auðmenn sem eru núna að fara út í geimin, en hún hefur einhvern veginn ekki uppfært glæruna sínar í þeim efnum. En það sem er svo slæmt í þessu núna er nákvæmlega þetta ég sammála svolítið að gagnrýna á Miðflokkinn mitt, að þeir í rauninni tala ekki nægilega mikið um það hvað þeir nákvæmlega myndu hyggjast gera, hversu mikil afskipti. Ég tala alltaf um það ef ríkin hefur dottið í huga að setja fiskroð á sár, þá væri þetta bara kannski betri á ríkinu, en ríkinu myndi aldrei detta það í hug, sko. Auðvitað ekki. Og menn skulum vera ennþá að ræða það hvort að einkarekstur sé betri eða verri heldur í ríkisrekstur. Þetta er alveg undarlegt að við skulum ennþá vera að ræða það. Og eina sem gerir auðvitað einhverja velferð, það verður til einhver velferð, er það að einkareksturinn eða einkaframtakið nái að blómstra. Hlutverk ríkisins er auðvitað bara búið til einhvern umhverfi.
svo að okkar einkarekstur sé þá bara einhver samkeppnisværi við annan einkarekstur. Þá skipta máli til þeim skattar, íþyngjandi reglur sem við höfum gert í allri Evrópu. Og það er engin tilviljun að Evrópa setur eftir. Það er engin tilviljun. Þetta er mannanna verk. Allt gert með einhverjum tollum, að þetta er tollabandalag, með íþyngjandi reglum, vegna þess að oftast í nafni mannréttinda, sko. Veltu því fyrir þér, sko. Og svo einhverju skattar að því að öll þessi mannréttindi í dag snúast útgjöld ríkisins. Þau eru hætt að snúa raunveruleg mannréttindi. Þessi frelsi. Frelsi frá. Já. Vend okkur fyrir yfirvöldum. Tjáningafrelsi, frelsi til athafna. Nei. Frelsi sýst það. Nei, mannréttindi snúast það að skattgreiðendur borgi eitthvað fyrir mig. Og þetta er það sem er að drepa Evrópu. Og svo eru menn átt að segja að við eigum ekki fyrir þessu. Við erum ekki að framleiða fyrir þessu. Og við erum ekki samkeppnishæf. Og menn sjá bara fram á það, núna í nánustu framtíð, bara mjög stutt í það, að lífskjör í Evrópu mun fara mjög niður. Mjög mikið niður. Hvað sem okkur líka betur að vera. Það þarf alveg ótrúlega breytingu að menn ætla að snúa því við. Það getur vel verið að gera það. Það er engin merki þess í miðað umræðuna. Og svo með þessi mannréttindi sem kallar útgjöld ríkisins er síðan bara teknar, þær ákvarðanir bara teknar undan þessu fólki í einhverjum mannréttindi og svo Evrópu eða einhverjum nefndum og eitthvað svona. Og við erum í gera endalausu alþjóðasamning og þetta og setja völdin til einhverja annara. Og svo skiljum við ekkert í því að ríkisbáknir þenst alltaf út. Hvað ætlum við séum aðeila mörgum svona þjóðréttar samningum, eða einhverju samningum, milli landa, sennilega einhverju tugir. Allt kostar þetta útgjöld og mannskap, meira og minna. Við stofnum einhverju mannréttindastofnun núna. Hvað ætlum hún mun kosta einhverju 100 milljón ári? Fullkomlega óþörf. Nei, með yfirlýsingar Palestínu. Þetta er fullkomlega óþarft. Og svo skiljum við ekkert í því. Það er saman, við erum að reyna saman einhverja stofnanir eitthvað svona að gera og jafnvel fella niður eitthvað. En þetta eykst alltaf, sko. Svo eigum við ekkert fyrir þessu. Og þetta gerir heldur ekkert gagn. Og ég bara, fegur einfaldleikars er bara alltaf að vera meira og meiri. Hættum þessu rugli. Bara fókusurum á það skiptir okkur máli. Það sem skiptir okkur máli er öflugt atvinnulíf, samkeppnishæft og við þurfum að búa til umhverfið þess. Ekki alltaf að djöflast í þessu, líta á atvinnulíf sem einhver óvinni fólksins í landinu. Passa upp á það að séu konur hérna, transmannski hérna og einn þeldökk hérna. Já, hvað eina sko og við fáum bara að vera frjálsir einstaklingar og eina sem við þurfum að hugsa umhverfi okkar og geta haft eitthvað öryggisnett fyrir þá sem falla milli skips og bryggju. Þetta er í grunninn mjög einfalt. Og við höfum staðið okkur vel í því, við höfum bara, ég meina, til dæmis almannatryggingakerfið okkar og allavega fjárhæð bóta og svona, miklu hærri með þessu heldur en í Skandinavíu sem er alltaf einhvern skandinavískt sko velferðarkerfi. En sem komið já, þá var það. Já, núna og þannig að við getum vel við unnað í samanburði með þessi við skandinavísku löndin sko, sem eru kannski í grunninn enn ríkar en við þannig séð. Ég hlustaði hérna á Höllu Gunnarsdóttur sem er skoðanarsystir þín. Sem sagt hún talaði stagflation eða svona kreppu verðbólgu einhverja, þar sem að atvinnuleysi er að aukast en verðbólga samhliða sem er náttúrulega mjög vont ástand, þar sem erfitt er að grípa inn í. Og hún í beinni gerði sig grein fyrir því að hún væri formaður VAFR en ekki BSRB. Og það var svolítið sérstakt sko, þegar hún er búin að vera að tala um það austerity, þess að svona fátækara gildru stefna síðan einhvern veginn svo hræðilega það sem að allstaðar það sem er skorið niður hjá ríkinu og þá er það eitthvað sem að má alls ekki út af því að skattar er af taka þessa velferð og ausa henni í andlitið á okkur sko. En þannig að gera þessu grein fyrir, hún talaði að ríkið og fjármálaráðherra bæru ábyrgð á þessu út af því að þau varum í gjaldahækkunum og skattahækkunum. Þá allt í henni bara, heyrðu, já, þú ert formaður VAFR. Já, en verklæðiseiningi ber líka ábyrgð á þessu. Og það eru bara þrír þættir sem bara er megin ástæðan fyrir þessu. Það er fjármál ríkisins,
það er þessi undarlega umhverfi í kringum vinnumarkaðinn og svo auðvitað stór þáttur líka húsnæðisskortur. Að við skulum ekki hafa rutt hér lóðir til að byggja og leyfa mönnum bara að byggja. Nei, nú tekur ríkið það yfir og sveitarfélögin og láta þetta í einhver hendur afhenda einhverjum óhagnaðurum félagin bara læri 30 milljarða eitthvað í eigið fé. Á endanum munum við algjörlega eðalegja fastamarkaðinn á þessu. En þetta virðist bara vera talsverð fylgi við þetta meðal almennings, ég bara veit það ekki. En ég get alveg, sagan bara að segja okkur þetta mun enda alls saman illa. Að kaupa eða selja húsnæði ein stærsta ákvörðun lífsins. Þess vegna skiptir máli að hafa ekki bara sölumann heldur ráðgjafa þér við hlið. Hlaðvarpið fjallar mikið húsnæðismál og því það í samstarfi við þá færustu í geiranum hjá fasteignasölunni Pálsson. Pálsson fasteignasala leggur áherslu á persónulega þjónustu, fagmennsku og gagnsæi. Notast við sérstaka ferla sem að tryggja það að bæði kaupendur og seljendur vita upp á hár hvernig að þessu staðið. Allt frá undirbúningi myndatöku til loka sölunar. Boðið upp á fría ráðgjöf og verkfæri eins og eignavakt.is sem sér til þess að þú missir aldrei af réttu eigninni og verðmat.is sem hjálpa þér að taka upplýsta ákvörðun verð. Heimsæktu pálssonfasteignasala.is og fáðu þína persónulegu ráðgjöf strax í dag. Ég var með Hilmar Frey sem byggingameistari, húsasmiðameistari sem þurfti að flýja Grindavík meðal annars og hefur lent í alls konar hremmingum varðað Þórkötlu. Hann kom inn í þátt og þar vorum við að velta vöngum yfir heimspekilegum álitaefnum sem að snúa því að hvað þýðir það þegar að karl í flestu tilvikum getur ekki smíðað sitt eigið heimili. Það þykir mér vera stærsta skref í átt að því að þú verður eign ríkisins af öllum skrefum. Og svo fáum við náttúrulega Ragnar Þór og fleiri sem að tala bara nei, ég rosalega mikið að passa upp á tiltekinn hóp sem að fá lægri leigu út af því að ég þarf ekki að borga fjármagnskostnað og ég bara ok, flott. En við búumst við þann veruleika að eiginmaður getur ekki skaffað heimili fyrir sig og sína án þess að ríkið hafi einhvers konar aðkoma að því eða einhver annar byggi þitt húsnæði með vilyrði frá ríkinu. Þá þú orðin eign ríkisins. Býtu, hvað að gerast? Horfðu bara á samfélagið núna. Það hefur búið að ríkisvæða nánast alla fjölmiðla. Gera fjölmiðlamenn ríkisstarfsmönnum. Launin greitt að skattgreiðendum. Já, frjálsum fjölmiðlum. Frjálsum. Ekki allir listamenn meira að minna á launaskrá ríkisins? Býtu, hvernig þetta gerst, sko? Ég þarf að heimta að verða ekki fjölmiðl. Já, og svo búa til stofnanir eins og kringum fjölmiðla og kringum þetta alls saman og einhvern veginn svo ríkið og svo náttúrulega háskóla að kenna alls konar fræði og engin markað fyrir þetta fólk á alvöru vinnumarkað, þá þarf ríkið einhvern veginn að sjá það og ríkið bara tekur þetta alls saman að sér. En þetta kostar peninga sem atvinnulífið þarf að borga. Ekki það að þessi ekki margir ríkis var mjög verðmætir. Massi ríki að gera mjög verðmætt. En það líka mass sem ekki verðmætt. Og við þurfum einhvern veginn að bara núllstilla þetta og fara og komast á einhverja svona ná áttum. Því annars bara heldur þessi þróun áfram og við ráðum ekki neitt við neitt. Nei, þetta Finnur fyrir þunglindunni á mér núna? Mér finnst þetta ekki, ég einhvern veginn, ég náttúrulega pæla ekki í neinu öðru heldur en þessum málum, en það finnst mér þetta svo skemmtilegt og fólk einmitt ég að tala við fólk, þá detti ég oft í þessar samræður og þess vegna verður fólk þunglind þegar að tala við mig. Já. En mér finnst þetta bara svo skemmtilegt, en ég einhvern veginn, mér finnst þetta bara vera svolítið, ég fór að hugsa um hana veruleika þegar 3,5% launahækkanir verða keyrðar gegn núna 1. apríl. Ofan í verðbólguna sem að hækka, ofan í atvinnuleysi sem að hækka, ofan í allt annað. Já. Það fyrir inn í Excel-skjalið hjá fyrirtækjum og þeir þurfa að heyra, við þurfum að taka út einn annan starfsmann, eða 10 aðra starfsmenn. Já, það minkar bara framleiðsla, Já, og við erum komin í þann veruleika, en svo einhvern veginn kemur þetta okkur líka óvart að við einhvern veginn, og ég fór að hugsa með þetta í morgun, ég var að sækja þjónustu
að fólk hugsar svo sjaldan þetta sem einhverja verðmætasköpun út af því að til dæmis þegar stytting vinnuvikuna var innleidd sem er 10%. mestu mistök sem við gerðum sjálfstæðismenn. Já, en þá ættir líka að gera ráð fyrir 10% minni þjónustu í heilbrigðiskerfinu og þegar ég var að hlusta á samstöðuna sem ég gera einmitt líka oft og þar voru þeir að tala um heilbrigðiskerfið og ég eitthvað, já, en þið vitið samt að fyrir örfáum árum þá minnkuðum við heilbrigðisþjónustu 10% með einu pennastriki sko. Já. Og ætluðum að hækka launin 10% sem að væri þá inn í gera þetta ennþá dýrara og skiljum ekki af hverju þetta verið dýrara, heimta samt meiri pening og í 10% verðbólgu sko. Já, það verður alltaf dýra þegar þú sko sérstaklega allir sem tekur heilbrigðiskerfið að spítalana, það sem þú tekur alltaf styttir vinnuvikuna, þá þýðir það ekki bara endilega að þú minkir heldur þarf þetta að kaupa á dýrara verði starfsmennina fyrir að vinna þessi 10%. Það er gert í yfirvinnu. Þannig að þetta er gífurlegu kostnaður við þetta. Það setur svolítið samfélag, sérstaklega vaktavinnukerfið allt bara úr skorðum. Það verður svo dýrt. Alveg svo sé veitingabransi. Þetta vaktaálagskerfi sem er á Íslandi, þetta þekkist hvergi annars staðar. Við erum allt í náttúrulega bara komin himinhá. Sko, þú vinnur alveg sömu 36 tímana sko, en helmingurinn af þeim bara einhverju álagi. Þú vinnur bara, sömu kannski mist bara betra vinna á kvöldin alltaf daginn sko. Akkur á að vera eitthvað svona mikið álag. Þetta er ekki hægt að laga. Það er aldrei hægt að laga. Það er ekkert að koma neinu viti í þetta vinnumarkaðsmódel sem við segjum, við getum bara ekki hækka launin meira en útflutningsgreinarnar að skaffa. Nei. Það er bara knúið áfram, jafnvel að hálfuna stjættum með verkvöldum. Það er eilíf verkvöld á Íslandi. Ég held að það hvergi svona mikið verkvöld. Já, frakkan er örugglega duglegri. Já, en ég held að það sé nú aðeins öðruvísi samt, en hérna það er svona kannski einhverju pólitísku tilgangi líka, sem menn nota líka svo sem hér í pólitísku tilgangi. Og þetta mót er bara mun skaða okkur alveg svakalega og hefur skaða okkur. Það skaða okkur mjög mikið frá 1970 til 90. Já, en svo er þetta líka bara með, sko, stytting vinnuvikunar var einmitt til þess að ætla að grípa einhverja oft á tíðum konur á breytingaskeiðinu sem voru þreyttar á vinnunni og voru að fara í kulnun, voru komna til Hveragerðis í einhverja aðlögunarlífinu og fleira þar fram í götunum. Við hefum alveg getað átt þær umræður það, menna, jú, breytingaskeiðið er eitthvað sem og svo með endometriósu og fleira, en leið mér að skjóta inn í, með unga fólkið, sem eru einhver mestu letiblóð sem þú getur fundið í dag og það er allir eitthvað, ekki vera að tala niður til unga fólksins. Halló, okkur var það innleitt að ungt fólk ætti líka að fá þess að 36 vinnuvikur þegar þau eru barnlaus og fleira og svo eru þau kannski í hlutastarfi á Instagram að taka myndir af sem berrusöðum og við teljum bara að þetta muni koma til með að auka verðmætasköpun. Einingarnar, og þetta, ég var að hlusta á Hörð Ægisson og Þór Pálsson og Gíslafrey, þeir voru að tala um einhverja svona makrotölur og prósentur hérna og ég heyrðu, ef einingarnar sem eru innan kerfisins eru ekki kerfislegt fungerandi, að það átt ekkert að gera ráð fyrir því að þetta batni. Nei, mér stóð aðeins svo mikil alhæfing hjá þér í þessu sko, því að ég held að sko margt ungt fólk er nú bara askoti öflugt og kraftmikið sko, en það fær eiginlega ekki svigrúmið sko, þú veist. Það fá ekki að njóta dugnaðarins. Þegar þú fær ekki að njóta þá kannski lætur hann vera. Græðir ekkert af því, hagnast ekkert af því. Og þessi hugsun líka bara einhvern veginn að velferðin sé bara svona einhvers konar pólitísk ákvörðun og þetta tengist ekkert og þetta er bara spurning um réttlæti og maður svona klórar sér í hausnum og ef skólakerfi, ef við förum út í það eftir skólakerfi, eitthvað klikka, hvað er klikkað? Er mín kynslóð að klikka í uppeldi eða, veist, hvað er í gangi sko? Og ég hef talsverðar áhyggjur af þessu, en ef ég væri núna í pólitík, þá myndi ég bara leggja áherslu á unga fólki. Það er nú einu sinni í framtíðin sko. En það fer eða allur peningur núna í öryrkja og allir lífstíða og það er ekki einu sinni sko, ungt fólk getur bara eiginlega ekki stofna fjölskyldu og eignast börn með góðu móti, það er allavega flóknara og ég meina það er það sem skiptir máli fyrir framtíð sko, þjóðarinnar
að ungt fólk fungeri, ungt fólk stofni fjölskyldu og eignist börn. Ég var að segja þetta áðan að ég held að ástæðan fyrir því að fólk sé í hlutastörfum að taka myndir af sem berrasum á Instagram og fleira hafi svona kerfislegt áhrif að fólk hafi stundum minna kynlíf, meira að sækjast í einhverja nautn í gegnum klám eða Instagram eða annað eða athygli og stundar þar alveg minna kynlíf. Ég hef stórkostlegar áhyggjur af þessu. Já, Þú ert nú maður sem stundar mikið kynlíf. Það hefur dregið verulega úr því seinni tíð og ég líti á þessi hluti að þróuninni. Nei, ég menna ekki almenn gretta bara eitthvað neikvætt orð? Já, allavega. Þú getur ekki setið á þingi allavega. Nei, mátti ekki svona hugsa hana sko. Maður veit kannski ekki alveg svona svarsinni kringum þetta en ég samt svona þeirra skoðunar að ef við náum ekki að tryggja það að menn getur svona, ungt fólk getur stofnað fjölskyldu og eignast barn, þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur neina öðru sko, þá bara þetta einhvern veginn fjarar þetta út sko. Og ég svona, við erum konum einhvern svona öryrkjakerfi þar sem sko aðaldir að komast á örorkuna sko, og þú mátt aldrei vilja losna það sko, þú ert eins og komin, alveg sama hvað heilsukóðu sko. Því að þetta bara, og svo búið að draga úr tekjuskerðingunni, þannig að þetta margborgar sig að fá þetta mat með einum öðrum hætti. En ég hef svo svolítið skilning á konum svona kringum 60 sko, sem eru orðnar svolítið lúnar sko, að það sé örorku svona síðust árin fram að ellilífeyri sko. Ég hef ákveðin skilning á því. Ég er sama hér. Já, og það eru orðnar mjög lúnar og búið að liggja svolítið á þeim alla tíð sko. Þannig að svona stóðkerfi kannski ræður ekki sérstaklega vel við þetta sko. Og þess vegna kannski ekkit óvelt að það sé svolítið búna kringum 60 sko, áður en kom ellilífeyri. Og kannski einhverju kalla líka. En þetta Þess vegna var svo skrítið þegar þetta var innleitt inn í lífskjarasamningana að þetta væri bara svona, já, stelpur og strákar rétt skriðinu við 20 nýkomin á vinnumarkað, bara þeir geti farið í kulnun ef að 36 klukkustunda vinnuvika er svo mikið fyrir ykkur. Og svo er allt skilaboð líka eitthvað svona, hver er þú að segja mér að ég sé ekki, hver þykist þú vera að segja mér hvernig upplifun ég hef af lífinu? Sjálfs upplifun, ætlum við orð svona. Já, en þá segir maður þetta fólk, þú verður bara að taka þig taki sko, kynslóðar hafa alltaf verið svona, það har alltaf verið einhverju erfiðleik og menn þurfa bara að taka sér taki, en málið er að þú kemst upp með það núna að gera það ekki. Það er munurinn. Áður fyrir bara þýddi þetta ekkert, þú bara varst að vinna fyrir þér, þú varst að gera eitthvað, en núna kemst þú bara upp með að gera það ekki. En þetta mun að hafa afleiðingar. Og öll þessi kulnunar umræða sem ég heyri svona þegar ég sé orðið því mest í fjölmiðlum fyrir tökutar af því en þetta segir manni bara í raun og veru hvernig andlegt ástand þjóðarinnar er á hverjum tíma. Það er ekkert að starfinu sko, þetta er þú sjálfur. Og þú auðvitað ert bara, þú verður að glíma við þetta, þú verður að bera ábyrgð á þessu, þú getur ekki að ítt alltaf einhver kerfi eða einhverja stofnanir. Þetta er þitt mál sko. Við erum hérna til aðstoðar að þú vilt gera eitthvað sko, en þetta er allt þín ákvörðun, þetta er alltaf hvað allir að gera. Þú veist að þú getur ekki verið svona. Gerðu eitthvað. Og nei, þetta er bara, þú heyrir á hverjum degi, bara kerfið er ekki virka og menn kenna öllum öðrum sjálfum sér allt. Ekki sér úrræði fyrir mig. Já, akkurat fyrir mig sko og en það er enginn tilbúin að taka neina ábyrgð á lífið sínu sjálfur sko, og þetta er svo fjarri sko mínum pólitísku skoðunum, þetta er þú sko, en þess vegna er fjölskyldur svo mikið, ef þú þarft að aðstoða alltaf þá er ég til staðar sko. Með mínum börnum eða eitthvað þá er ég til staðar, ég heit ekki sett á eitthvað samfélag eða kerfi eða stofnanir, við hjálpum stað, við lögum þetta, þess vegna er fjölskylda svo mikið. Það er bara fullt af fólki sem á einhver fjölskyldu lengur, þetta er ekki í hug og vill ekki stofna fjölskyldu. Þá ertu bara í erfiðari málum sko. Já, ég meit hugsaði út í svona félagslegar afleiðingar þessar samsköttun hjóna og eru tekin út fyrir sviga,
þar sem að einmitt okkur var tjáð eitthvað að nei, þetta nú ekki sjómenn, þetta bara einhverjir tugir einstaklingar sem eru forríkir og þú átt í raun að hata út af því að þeir eru svo ríkir, sko. Ekki 20% fjölskylda sem Jú, þetta einhver skattahækkun á 20% fjölskylda? Það nú þokkalegt. Já, nákvæmlega. Mér við það að fara í kosningabaráttu og allir ekki hækka en að skatta venjulegt fólk. Það ekki venjulegt fólk, kallinn minn. Já, það eiginlega þá engin orðið venjulegur, að mjög fáið venjulegur eftir, sko. Já, og ég hugsaði, sko, svona bara hugarfarið gagnvart því, þá hugsaði ég bara, þetta ekki gott. Út af því að það í rauninni ekkert sem að gera það skynsamlegt að vera í fjölskyldu, samt vitum við það að svona félagslegar afleiðingar þess að vera allir alin upp af einu foreldri og sérstaklega án föðurs getur haft gríðarlega áhrif tölfræðilega á það hvernig barninu þínu farnast. Og við einhvern veginn bara svona, nei, það bara, ég einstæð og ég sterk. Ég svona, það skiptir engum máli hvað þú ert einstæð og sterk, sko. Þetta alltaf tölfræðilegur ómöguleiki sem þú ert að vinna með. Það ekki ástæður sem almættið hefur haft konu og mann til þess að eignast börn, sko. Nei. Eða hvort sem við tölum almættið eða náttúruna eða hvað, það ástæði fyrir þessu, sko. Það nauðsynlegt að hafa bæði kynin í uppeldi barna. Jafnvel þó fólk skilji, sko. Hlaðvarpið í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim alvöru bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það nákvæmlega sem alvöru bón gerir. Ferð með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á alvöru bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Já, það bara mjög mikilvægt að hafa föður. En svo erum við líka bara með fólk sem barnlaust. Já, nú vinapar sem örugglega hlustar á þetta. En ég skammaði alltaf fyrir þetta, segi alltaf hann setja hann aftur í samband. En hann bara búinn að ræna sig náttúrunni. Hann bara lét. Hann búinn að ræna sig þá möguleika að eignast börn sem kannski hægt að laga það, ég veit það ekki. Já, víst það var hægt að laga þetta. Já, en þetta samt, sko, veist, við erum alltaf að tala hverju eru ríkir og hvað að vera ríkur, sko. Eina sem finnst ég skilja eftir mig, sko, eða skipta mig máli og mitt ríkidæmi það að ég eignaðist börn og barnabörn. Þetta nú ekki flóknar en það. Allt hitt finnst mér algjört aukaðri, sko. En það hins vegar líka mikilvægt að hægt sé að vinna, að maður vinni hafi maður vilja og getur til þess. Meira þarf maður ekki, fjölskyldu, vinnu. Svo þú þinn að gæfu smiður í lífinu og öðru leyti, sko. Og tekur ábyrgð á lífinu sjálfur, sko. Í öllum aðalatriðum. Hann Dan Crenshaw, sem ég hitti reyndar í London, spjallaði aðeins við hann. Hann ég held þessi öldungadeildarþingmaður sem með leppinn bandaríkjamaður. Og hann skrifaði bókina Fortitude sem ég ræddi með við hann. Og þar talar hann eignarrétt vandamála. Að það væri í rauninni komið þannig að við þyrftum að eiga okkar vandamál því annars gætum við ekki leyst þau. Bara strax og bara jafnvel þegar þú átt ekki vandamálin að þá bara tekur þér eignarhald á vandamálunum til þess að geta leyst þau. Og þegar þú ferð inn með það hugafar að þetta sé einhvern veginn ekki þitt vandamál, jafnvel, ég geti tekið eignarhald á þínum vandamálum. Þá bara ætlum við að leysa þetta saman. Og hann hugsaði að fólk ætti frekar að vera að hugsa í þá áttina frekar en að vera svona, hvað ætla samfélagi að gera fyrir mig? Það nákvæmlega rétt hjá hann. Og ég var að hlusta í morgun á lestur og það var einhver maður Menntavísindastofnun eða MMS sem einhver stofnun á Akureyri og þetta oft á tíðum miklir vinstri menn sem að krefjast þess að allt og allir einhvern veginn að vera sammála þeim það hvernig lestrarhæfni að vera háttað þrátt verið það að sína bara fram á það að þeim gengur verr og verr hverju árinu. Þetta eru vísindamenn, sko, þetta vísindarlegur sannleikur. Nei, sko, í kringum þetta alls saman, sko, ég horfði nú á nýja menntamálaráðherra að ratta í Kastljósinu eitt og annað, sko, sem kemur ekkert vel út þegar hún sjálfur ekki búin að kynna sér þetta og veit ekki hvað heitir, sko, og kemur ekkert vel út.
En kosturinn við þetta, hún náði aðeins að ýfa fjaðrirnar sko á vísindafólkinu og fræðimönnum sem finnst að enginn geti haft skoðun á því nema þau, að því þau hafa vita á sem enginn aðrir. Reynslu mikið kynslóðan er einskismetin í þessum fræðum sko. En gott og vel sko. Ég segi bara þess að fræðimönnum vísindamenn sko. Þið hafið allt þetta hefur verið ykkar allt hefur verið framkvæmt eftir ykkar vísindum og fræðum sko. Allar þessar ákvarðanir í menntakerfinu kemur frá þessu menntavísindafólki sko. Stjórnmálmennir bara hlusta á þetta og svona og þá bara er alltaf spurning stendur eftir af hverju verður árangurinn lélegri og lélegri ef það er niðurstaðan sem menn segja að sé niðurstaðan, ég veist svo sem ekki alveg það. Hver er skýringin af því? Þessu geta menn ekki svarað. Getur það verið bara því að heimilið er veikara, að fjölskyldin er veikari? Má vera. Kannski er þetta ekki spurningum kerfið sem þau verið að kenna eftir. Ég veit það ekki. En enga síður er staðan svo að árangur í lestri fer bara hratt niður. Og vísindamennir geta bara ekkert svara því af hverju það er. En það skortir rannsóknir. Skortir örugglega, alltaf, skortir alltaf. Sko, ég er líka út af því að ég fór að tala um Kveikjum neistan. En af hverju er þá alltaf að tala um þetta sé vísindalega staðreitt þetta og þetta og þetta? Ég veit það, og líka með sko Kveikjum neistan, að alveg frá því að ég byrjaði að tala um þetta fyrir rétt tæpum 6 árum held ég núna, eða 2021, 4-5 ára síðan, segjum bara til að vera alveg passlegir. Og ég byrjaði að tala um þetta og ég byrjaði að tala um þetta við þessar vísindamenn. Það var alltaf hérna að skortir rannsóknir. Ég segi, ok. Svo núna mörgum árum síðar þegar börn með Vestmannaeyjar gengur miklu betur, Lindarskóla gengur miklu betur, komið aftur að mér, 2026. Já, skortir rannsóknir. Og ég bara, heyrðu, ég get nú bara hort upp á það að fólki gengur betur undir þessu fyrirkomulagi og ykkur gengur verr heldur en þessu fyrirkomulagi og verr heldur en ykkur gengur ár frá ári. Þannig að ég þarf ekki að rannsóknir til þess. Þau segja satt, þú átt ekki að hafa skoðun, þú veist ekki um þetta, við erum sérfræðingar. En þetta er bara lúnasi. Og ég ég var að tala með hann vísindamann í morgun sem var hérna í bítinu. Ég veit manni hvað hann heitir, ég set kannski myndaðan með hliðina mér. Og hann var að tala um ábyrgð og þau voru eitthvað að segja hérna já, foreldrarnir þurfa að standa sig betur sem er alveg hárrétt. Foreldrar geta verið bölvaðar remingjar í þessu. Og þá sagði hann sko og þegar hann byrjaði að tala um ábyrgð og þótti mér þetta svo áhugavert að hann sagði hérna Lilja, hún var Lilja á Heimi á Bylgjunni að sko, já, foreldrar þurfa að taka einhver ábyrgð, jú, það er hann eitthvað og já, þarf ekki líka kennarar að taka ábyrgð, það sem þarf að taka ábyrgð er samfélagið og þá erum við komin út það er alltaf sama sagan sko, ég veit ekki, auðvitað einhverju leyti sko, allan varandi lestara skilning og það sko, ef hann hefur dabrast, sem virðist vera ákveðið merki þá er örugglega ein skýring á því, bara munum af unga fólki í dag, eða krakkum í dag, þegar ég var krakki, ég las allar bækur til voru heimilinu, þegar það var eiginlega ekkert annað í boði, það var ekki eins og sjónvarp sko, það var kannski, stundin okkar byrjaði þegar ég er 6 ára sko. Og hún var einu sinni í viku. Þú last. Þetta er breyttur heimur. En hvernig ég lærði að lesa, ég lærði það ekkert heim, mamma kenndi mig það ekki. Ég fór bara í skólan, það var bara gagn og gaman og hérna þú bara lærði stafinn og svo lærði að lesa. Svo færnið þín í því bara eftir hvað las ég mikið. Og þegar ég er til dæmis í menntaskóla, þá var alltaf bara, þú ætti að lesa þessa bók fyrir næsta tíma og hérna, ég veit ekki hvernig það er í dag. Og líka því að vera í grunnskóla, bara þessi bók og þú ætti að læra þessi kvæði, þú bara lærir þetta. Þess að lagstu hennar texta. Skólaljóðin, ég er ekki hætt með skólaljóðin. Við þurfum að læra og verfið sko. Við þurfum að læra ljóð í barnaskóla á hverju einustu viku og fara með það fyrir bekkin. Var engin undankomu leið. Þetta er lestur líka, að lesa ljóðin og læra þau. En eru menn þá eitthvað hissa ef þetta er allt sem að meira minna hætt að lestrar geta ungmenna er minni heldur en var áður.
Það er til vandamál sem heitir agency problem. Ég man ekki hvað þetta heitir á íslensku, en þetta byggist þess að því að ef að þú og ég í sameiginlegu vandamáli sem við þurfum báðir að leysa, að þá er ólíklegra að það leysist nema að annarkvor okkar ætla að bera ábyrgð á því. Það er að segja, ef ég og þú segjum hérna, heyrðu, við þurfum að laga hérna þennan skjá sem er hérna hliðina á okkur og við þurfum að gera það bara næstu viku. Það er eiginlega 100% að það verði ekki gert út af því að ég gerir ráð fyrir þú gerir það og þú gerir ráð fyrir að ég gerir það. Þegar við segjum að samfélagið sem heild beri ábyrgð, að þá erum við komið risastórt mengi af fólki sem að mun aldrei bera ábyrgð og heldur bara, já, ok, heyrðu, ég gerir nú ráð fyrir þá bara að samfélagið muni leysa þetta næstu 10 árum. En svo þegar við setjum þetta sko, jafnvel, akkur segjum við ekki bara Norðurlöndin beri ábyrgð á þessu. Evrópusambandið beri ábyrgð á. En jafnvel ef við setjum þetta í smærra samhengi, sko, ef við myndum segja, þú veist, ef einhver myndi svara því hérna, heyrðu, við erum að lestur er ekki nægilega mikill og þetta gengur allt verra og verð, að Reykjavíkurbúar bera ábyrgð á þessu, sem er smærri eining heldur en samfélagi, sko. Já, nei, ég meina, ég bar bara ábyrgð á lestarköndur og minna svona, þegar voru látið lesa, eða móðir er að sána mest það, og það var lesið fyrir það endalaust og hérna, það bara skila sér. Það er bara svolítið ábyrgð okkar sjálfur allt saman og ég veit ekki, en svo er alltaf annað mál hvaða aðferð kannski gagnlegust við að byrja að kenna lesturinn. Hvernig nær tökum á þessu, hvernig skilur hljóðin og orðin. Það er náttúrulega ekki að nota hljóðin held ég, ef ég skil. Já, ég finnst það mjög skrítið, sko, það er nýjustu vísindin, sko. Það mátt hann ekki gagnrýna það? Nei, ég þorði ekki, ég hef ekki vita á þessu sem menn segja og við erum sérfræðingarnir, sko. Það er til að koma til mótsörulega þá sem að heyra ekki nægilega vel. Nei, svo er bara, veist, sennilega hluta þessu öllu saman svona almennt agaleysi, menn komast upp með það að koma sér undan hlutunum, þurfa alltaf að bera ábyrgð, börnum þurfa alltaf að bera ábyrgð á neinni hegðun. Það er alltaf hverjum öðrum og aðrir að sjá. Það samfélagi sem þarf að grípa á. Já, þetta helst allt í saman, þú veist. Börn þurfa, ég hef sagt það örugglega við á, börn þurfa að finna til ábyrgðar þegar þeir eru ekki að standa sig. Og hérna, það má einhvern veginn ekki, það má ekki gera neitt og ég meina, þá auðvitað þróunu verður bara svona hægt og rólega, þetta gerist ekki á einni nóttu alls saman og svo allt í einu bara erum við með heilu kynslu sem er bara illa læs. Já, mæta líka með einhverja lunatic foreldra og hérna, hvaða engun er þetta? Algjörir geðsjúklingar. En þú gerir þessu krökku þá erfiðar að fóta sig í samfélaginu þegar eldast, sko. Já, sjálfsögðu. Það er jafnvel sko fólk í háskólanum sem er að segja foreldrum á kennara. Já, ég þekki það sem kennari. Þetta er bilun. Ef ég myndi fá skilaboð frá... Það fá lögfræðingi með sér líka. Já, akkurat. Nei, ég meina... Ef ég myndi fá skilaboð frá foreldri, þá myndi ég fella þetta bara eitt fyrir á bingo, sko. Það er bara óháð því hver krafan er, sko. Ef þú getur ekki sendið þetta sjálfur, þá áttu ekki að vera í háskólanámi. Nei, svo máttu heldur ekki fella fólk lengur, það er tekjutap fyrir skólana. Nei, já, það er enda risamál. Risamál, þú ert að útskrifa fólk út á háskóla. Veit ekki hvort það séu páskar eða jól? Ég nánast, sko. Það er alltaf orðið óskrifandi líka? Já, sjálfkrafa, sko, bara gefa menn eftir í kröfunum, bara eftir hvernig samfélagið er á hverjum tíma á staða, sko. Menn slá á kröfunum. Svo fara allir í þetta bóknam líka sem hafa ekki áhuga eða almennilega getur til þess að fyrir að finna sína fjöl. Því það munar einhver tekjum, sko. Þetta er svona eitthvað bara huglegt, sko. Svo þetta lærir alls konar svona fræði. Og hérna, og svo kannski getur ekki skrifa einfalda texta, sko. Ég var að ræða við manneski daginn og ég sagði að hún var að segja mér frá því að það var svo frábært hvað gervigreindin væri stórkostið tól til að koma sér í gegnum háskólanám og hún væri bara þú veist 10% af því sem hún hafði þurft áður eða 100% af þeim tíma sem hún hefði þurft áður bara hún þurfti 10% í dag til þess að komast í gegnum háskólanám og ég sagði já, þetta er náttúrulega hræðileg þróun og það gerir allavega heimskingjum en sko ég sagði líka náttúrulega augljósamt að það þurfa náttúrulega að vera staðnám og staðpróf. Það er bara eina lausn í þessu og hún sagði nei. Nei, það vilja með það ekki. Nei, sko, og veistu hvað ástæðan var? Það var þetta því að þá væri fólk með kvíða sem ætti svo erfitt með að taka prófin og komast ekki inn á nám. Kvíða? Já, kvíði er bara hluti af lífinu, sko, veist, þú takast á einhver áskoranir, sko. Ég mænti því ég kenndi fyrst, sko, í háskóla 2007
að þá ætlaði ég að hafa svona staðpróf, skyndipróf, svo sjá hvernig staðan á þeim væri og ætlaði að láta bara skrifa það sko, bara inn á örk, handskrifa. Fasisti? Ég vissi ekki hvert það ætluðu. Þau eru alltaf með einhvern stafsetningaforrit í tölvunni og allt svona og eitthvað svona lagfærir og ég fekk bara slík mótmæli, ég var að gefa eftir sko. En ég meina það var sagt við mig kontu í nútímann, þarna líka eins og svo oft áður og ég hugsa mér, ég þurfti nú að skrifa mína meistarriki eða embættispróf eða kandidatsriki, ég þurfti að skrifa hana bara á ritvél sko, veist, og þó ekki eldri en þetta sko. Þannig að þetta nú bara breytti tímar, ok, ég alveg fellst að það breytti tímar og tæknir hjálpar okkur mikið, en þú verður að vita hvað fólk kann. Þú getur ekki látið bara tæknina sko fletja það út og þú veist ekki hvað hann kann sem þú ert að útskrifa sko. Það gengur ekki. Og því að sumum bara prófum bara fylgir bara heilmikið réttindi og menn verður ekki að treysta á því og kunnir þá eitthvað í því sko. Að kaupa og skipta dekk hefur aldrei verið einfaldara. Drífa.is í samstarfi við fjölda dekkjaverkstæða og alhliða lausn þar sem að þú getur flett upp þínum bíl með því að skrá inn bílnúmerið og keypt dekk í þeim verðflokki sem hentar þínum bíl best. Nú ef þú ert í vafa dekkjastærðir þá getur þú einnig tekið mynd af dekkjunum þar sem að vefþjónustan staðfestir þetta allt við þig. Þetta kann að hljóma of einfalt til að vera satt en svona þetta nú samt. Einnig er boðið upp á sérþjónustu þar sem að dekkjabíllinn kemur upp á dyrum, umfelgar, skiptir dekk og hann jafnvægir stilltur á staðnum. Eins og ég segi þá hefur þetta aldrei verið einfaldara og nú tíminn eins og við vitum öll. Skelltu þér inn á drífa.is og fundu bestu dekkjaþjónustuna sem hentar þér. Já, það er náttúrulega að setja í samhengi við, þú veist, það er að setja í samhengi við það sem náttúrulega átti sér stað í Bandaríkjunum þegar þeir fóru að útskrifa fleiri flugstjóra sem að voru þeldökkir til þess að einhvern veginn takast á við einhvern svona huglægt mat það hver ætti að vera hvar, hvers vegna og á hvaða ástæðum. En þú átt bara að leyfa þess að þróa sko, þú ert bara, veist. Það er bara versta sem kom fyrir þeldökka var náttúrulega þetta því að þeir voru að útskrifa þá sem að voru ólíklegri til þess að fá inngöngu sem að leiddi til þess að þeir náttúrulega voru miklu verri flugstjórar fyrir vikið því að þeir þurfti ekki að fara gegnum sömu Ég held að það væri bara hlutlegu mælikvarði á þetta, hvað menn gætu sko. Já, ég menn það það sjálfsögðu og náttúrulega einhvern veginn þróast þetta og jafnast í flestum tilvikum á einhvern máta en það eins og þú segir skilurðu þegar við erum með ákveðin réttindi sem fylgja því að fólk sé að fara að taka mikilvægar, öryggis eða samfélagslegar ákvarðanir að þá bara þegar við erum búin að gefa eftir því að Brynjar þorði ekki að láta þau skrifa á blað þá erum við bara á vondum stað. Takk Brynjar. Þú máttir heldur eiginlega ekki fella sko. Þú veist, það er þú veist kannski. Það náttúrulega kemur á ofan. Það kemur á ofan. Já. Og þá bara verður að gefa svona lágmarks einhvern þannig að komist þú í gegnum þetta og klári þetta þú bara komir í skólan og þú borgar hálfa milljón fyrir önnina eða eitthvað sko. Og ég mun ok, ef menn telja það að þetta sé leiðin í aðra nám eða háskólanám, þá bara verði þeim á góðu sko. Þetta svakalegt. Já, þetta svakalegt. Þetta nútíminn. Þetta nútíminn. Við þurfum að komast þangað. Komast þangað, ég veit nú ekki hvort þetta hlaðvar sé að leiða fólk þangað, en við sjáum til. Erfðafjárskattur. Já. Núna náttúrulega búið þann veruleika að misskipting svakalega í íslensku samfélagi sem að þýðir það að það fólk sem að einfaldlega getur bara borgað allt undir börnin og það hægt að kaupa húsnæði handa þeim, það hægt að kaupa bíla handa þeim og það hægt að gera hitt og þetta fyrirframgreiddur arður og ég veit ekki hvað og hvað. Núna náttúrulega að sjá verkstjórn sem að raunverulega er að fara að taka á þessu vandamáli þar sem að það er verið að taka hinn réttláta skerf af þeim sem að eiga allt of mikið og þurfa ekkert á þess að halda. Það er bara að þú þarft að kaupa aðeins lélegri Range Rover fyrir barnabarnið og ert þá að erfa eitthvað örlítið minna til þess að halda uppi hér frábæru velferðarkerfi og öðru. Þú ert sammála þessu? Þetta svo mikið þvæla saman að þú nærði eiginlega að ergja mig með þessu þetta alveg sem með samsköttu hjóna ég lít á fjölskyldun sem einingu ég og mín börn og mín kona
þetta er ein eining sko. Hjón hafa með sér sko gagkvæmar framfærsluskyldu og framfærsluskyldu gagkvæmar börnum sko. Þess að þetta er ein eining sko. Það að peninga fara á milli foreldra og barna, miðja, að menn sé að skattleggja það bara yfir höfuð, finnst mér mjög skrítið. En arfur til ótengdra finnst mér að skattleggja. Þannig að ég sé ekki bara allur erfðafjárskattur er óeðlilegur. Því annars getur þau bara borga mönnum fullt af peningum fyrir eitthvað starf með því að greiða bara arf. Það gengur ekki sko. Þannig að menn þurfum aðeins að hugsa þetta um nýtt. Þess vegna finnst mér sko mjög eðlilegt að arfur til niðja sé bara lítið eða engin sko. En hins vegar sé eðlilegt að eigna, eins og allar aðra eignatilfærslur aðrar eru skattlagðar, þá gerir það líka til ótengdra, finnst mér. Til dæmis ég myndi búið til eða sko arflega þig á öllum mínum eignum. Ég gerir nú bara ráð fyrir því. Og gerir ráð fyrir því. Að þá finnst mér ætti bara að borga skatta því sko. Já. Þetta er svona, ég er mjög einfaldur í þessu. Veist, það er bara, hver er hugsunin? Hver er einingin í samfélaginu? Það er fjölskyldan. Hún hjálpar þér, hún aðstofar þig. Þetta er framfærsluskylda. Þess vegna borðlega maki aldrei erfðafjárskatt. Þetta er líka sko, það er annað í þessu, ef við vikum að svo linsuna, út af því að það er ekki bara það að fólk getur verið með alls konar sjónarmið gagnvart því hvort það sé eðlilegur skattur eða ekki. Já. En ef við hugsum út í það sko, það sem við erum að tala um áðan með kulnun, með styttingu vinnuvikunnar og fleira, að sko, það sem mér hefur þótt kannski sérstakt, og við erum með Skafta Harðarsson og Arnar Ari Björnsson sem eru búin að vera að pæla í þessum skattamálum öllum. Já. En það sem er kannski skrýtnast við þetta er sko, ok, segjum sér svo að þú ert sammála því að það sé eigi að auka skatta til þess að bæta þjónustuna. En núna er bara búið að vera að auka skattheimtu. Er þjónustan eitthvað búin að batna? Er þjónusta hins opinbera betri í dag heldur en hún var fyrir örfáum árum? Nei, örugglega ekki. Sko, ég held þú þurfir ekkert að hækka skatt að bæta þjónustuna. Þú átt bara að hætta að sinna svo þarft ekki að sinna. Það er bara önnur umræða. En ég er að segja heimspekilega, ef ég ræð þig í vinnu og þú segir já, ég er til í að koma að vinna og þú byrjar að vinna og sinnið því vel og ég borgaði þín laun og svo myndir þú halda áfram að vinna og þú myndir koma til minn og segja ég vil hærri laun. Og ég segi já, ok, þú sinnir þess ágætlega, ég er til í að hækka laun og þú myndir alltaf standaði verð. Já, þá myndi ég ekki hækka laun. Nei. En svo erum við búin við þann veruleika að þjónustan verður verri og verri en ég þarf að borga meira og meira þá myndi ég náttúrulega einhverjum tíma búið reka þér sko. Absolutt. Af hverju til að mérstu bara þegar ég hringi einhverja þjónust í dag, það var bara símatími er á 50 dögum milli 2 og halv 3. Já. Áður fyrir gæti ég bara hringt milli 8 og 4 alla virka daga. Já. Þetta er orðið út úr kortinu hvað þjónust er orðin léleg. Já. Út af styttingu vinnuvikunnar og ég veit ekki hvað og hvað. Þegar við vorum að tala um erfðafjárskatt, þá byrjaði ég minn starffélag að vinna í skiptarétti Reykjavíkur sem var hluti af gamla fógetaembættinu sem síðan breyttist í sýslumann. Og þú komst inn í fógetaembætti til þess að ganga frá erfðafjárskýrslu. Þú pantar ekki út tíma og fékkst hann eftir einhverja vikur sko og labbaði bara inn. Við sinntum fólki bara sem kom inn. Og svo náttúrulega kunnið ekki almennilega útveitlega þetta, við bara fylgdu út fyrir það, bara hjálpuðu og afgreiddu að máli dött. Gleymdu þessu. Þjónustan í dag er bara allt önnur sko. Skráðu hennar mína síður. Já, skráðu hennar mína síður. Þú bara mættir og fékkst bara þjónustu og afgreiddur og máli dött sko. Og alveg sem einkaskiptaleyfi og allt þetta, allt byrjuð miklu einfalt, bara gerði allt bara í einu ótt og bara klára þetta fyrir fólkið. Fólki borgið þurfti engan lögmann, við sáum þetta fyrir þetta, fyrir fólkið. Þannig að ég get sagt að þjónustan, hvað þetta var allavega, er miklu verri í dag heldur en var þegar ég var fyrir 40 árum sko. Ég meina þú ert komin að þann aldur að þú hefur hringt í alls konar þjónustu við alls konar tilefni. Já, ég hef misst alltaf þolinmæðina í því. Já, en ég fæ talsamband það að símatíminn sé á einhverjum ákveðnum tímum ákveðnum dögum. Já. Það þýðir bara þjónustunum búin að versa og það var ekki svona áður. Nei, en við, sko, ríkisvaldið og þau opinbera er bara út um allt og það verður ofboðslega mikið
peningur og horfðu bara á Reykjavíkurborg. Þeir eru með einhverja stofnun sem að skipta sér að barnaafmælum og einhverju viðveru, eitthvað svona, hvað er þetta kosti? Og þetta kemur örugglega þá niður á annarri þjónustu sem nauðsynleg, myndi maður ætla. Og við erum einhvern veginn, þetta, ég bara veit ekki hvernig þetta gerðist. Allt sem hvernig þetta hefur gerst, sko, og á tiltölulega skömmum tíma. Og svo bara setur það sem skiptir borgarbúa mestu máli að það sé mokaður snjór, að það tekir ruslið, það geti fengið lóð og svo framvegis, það bara setur allt á hakanum. Að því menn eru alltaf að skipta sér að barnaafmælum eða einhverjum mannréttindum eins og það sé á vegum borgarinnar. Mannréttindasviði Reykjavíkurborgar? Já, hér er alveg fjöldin og ef það kemur nýr meirhluti í borginu núna, það fyrsta sem þú að gera að fara eins og viðreistar oddvitarnir sem við bara segja, það þarf meira að það tiltækt. Það er alveg rétt, sko. Þeir eru búin að vera hérna í 8 ár og tók aldrei til, sko, heldur bara jökuð þetta, er allt í lagi. Meira tiltækt. Og það mun margir finna fyrir miklu óþjændum kringum það. En það er ekki hjá því, eða verður ekki hjá því komist. Og þannig að fólk finni það að þú þjónusta sem er lögbundin og skiptið að máli, að hún verði betri. Hættu hinn. Fólk er alveg saman barnaafmæli. En það að þjónustan verði betri, ég meina, þú veist, maður var náttúrulega með þegar krakkar fóru í heimsókn til hérna í Ráðhúsi að þá var náttúrulega tilbúin þar einhver forréttindapíramídi þar sem að fólk átt að raða sér upp það, hvernig það var að litinn og fleira. Það var náttúrulega allt hérna mannréttindaráð Reykjavíkurborgar. Já, það er fullt af starfsfólki sem er að sinna þessu. Og hver starfsmaður kannski kostar sko kúlu eða 15 milljónir til 20 milljónir á ári, sko. Já. Hver? Og ef þú tækir bara 1000 starfsmenn sem þið er ekki hlutverki hérna borgarna, þið með bara fara og finna ykkur annar starf, þá er það sko margir miljardar á hverju ári, sko. Já, en þá er það svolítið erfitt fyrir kynjafræðingana að finna sér vinnu. Já, það er búið að koma þeim í öllu skóla. Hvað heldur það kosti? Hvað heldur það kosti að öll þessi námski hinn og þessu sem skipta auðvitað bara engu máli? En það er alvöru framleiðni. Þar eru náttúrulega með fólk sem er að brýna fyrir ungu fólki að bera virðingu fyrir þeim sem eru öðruvísi, eitthvað sem að þú og þín kynslóð náttúrulega horfðu ekki til. Ég gerir ráð fyrir því að þú hefur ekkert horft til transmála þegar þú varst að huga barnaafmælum áður. Þannig að það að þú sért komin gamli fauskur, meitt ekki komin inn í nútíman. Við gerum bara fastlega ráð fyrir því að þú ert með horn í síðu slíkra framfara út af því að þú og þínir eru náttúrulega ekki að huga þeim raunverulega mannréttindi sem er það að vera nákvæmlega eins og þú vilt vera, eins og Felix Bergsson segir. Það felst bara minni í stjórnmálalega skoðunum að menn með bara vera eins og þau vilja. Það er einstaklingsfrelsi, sko. Ég þarf ekki að fara í nám neitt út af því að hvað var að hugsa þetta. Í minni pólitísku hugmyndafræði er það bara, þú mátt bara vera eins og þú vilt vera, sko. Það þarf ekki að ræða það, það þarf ekki að búið til einhverja hugmyndafræði það, einhverja kennslu eða nám, þetta er bara svona. Svo bara ert þú eins og þú ert, sko. Hvað er, en þér þarf að líða ágætt, þú þarf að vera með ákveðið. Það er ekki á vegum eins og opera hvernig þér líður, sko. Ef menn eru bara sammála það að menn fá bara að vera eins og þér, þá bara líður þau vel. Og þú lætur það bara í friði. Þú ert ekki að agnóst út í fólk hvernig það er öðruvísi. Láttu fólk bara í friði. Þetta er svo einfalt. En ég meina, þú ert að kenna eitthvað svona, hvað ætli séu margar og valgreinar í þessum menntaskólum, einhverju gagnslösu bulli, sko. Kenndu það skiptir máli sem undirbúa undir háskólanám, ef þú eru annað bara að fara í háskólanám. Já, ég hef oft pælt í, sko, hvernig þau komast yfir efnið þess sem þau eru að læra, finnst þau kunni ekki að lesa, sko, þetta 10 ára grunnskóla. Ég bara veit ekki hvernig þetta menntakerfi geta farið í hana farfi og ég veit ekki hverjum á að kenna hvort það sé bara fjölskyldunni eða vísindamönnum eða kennurum eða stjórnmálamönnum. Ég bara veit ekki hver ber mest ábyrgð, kannski ber bara allir einhverju ábyrgð. En einhvern veginn hefur þetta náð að þróast þannig að við erum ekki að ná árangri og við erum greinlega að ná lakari árangur heldur en svona þessi viðmiðunarlönd sem alltaf að tala. Það er þú ennþá ægi, mér segi löndum eins og Danmörk og Svíþjóð sem eru svona tiltölulega frjálslynd lönd, það er ægi í skólakerfinu.
Það segja mér fólk sem hefur verið þar í námi. Ég ætla Og bera saman við íslenska skóla, það sé bara tvennt ólíkt. að segja eitt svolítið eldfimt sem að ég veit að einhvern getið mislíka, sko, ég var á samstöðunni núna fyrir Já, eitthvað þremur dögum eða heyrði ég, Sólveig Anna Gunnarsmári og kona sem ég manni ekki alveg hvað heitir og það kannski bara ágætt ég minnist ekki á þetta því að ég lans að tala um hana. Hún sett kennari á framhaldsskólastigi og mér varst hún ágætt og hún var náttúrulega alveg brjáluð út í mig út af því að ég sagði að Hamas væru hryðjuverkasamtök og svona, en hún sett á framhaldsskólastigi, segir mér það og hún kemur þann inn og fyrsta sem hún gerir að setja á sig palestínska fánan utanum hálsinn á sér. Þetta bara vinstri pólitík, sko. Já, en ég hugsaði með mér, sko, og ég það alveg hægt að fara í alls konar hugleiðingar það hvað að gerast í Palestínu og hvað ekki, hvort það sé vopnahlé bladíba. En ég hugsaði samt að þegar maður komin hana með framhaldsskólakennara sem kemur í bara opinbert viðtal á samstöðunni og fyrsta sem hún gerir að setja á þig palestínska fánan, þá hugsa ég svona, hvar liggur forgangsröðunin innan skólaveggjanna? Hvar liggur fókusinn? Ég sko vinstri hefur þróast í þegar ég var í mennskólanum máltíð, þá var nú alvöru vinstri mennska, kennandi allir meira og minna vinstri menn. En þetta voru skólamenn. Þeir voru ekkert að blana þetta, Þeir voru bara umhugað þessar nemendur. Það var ekki svona hugmyndafræðilegt bull, Það voru bara vissulega eins og kynslóðin var svolítið mikið þá, svona harðir vinstri menn sem voru úr þessu svona menntahópi og svo einhvern veginn þegar maður horfir á þessar vinstri sinni kennara í framskóla tala í dag, þá það allt öðruvísi heldur en ég upplifði þegar ég var í menntaskóla, sem vísu 50 ár síðan, en 45 ár síðan. Þannig að þetta finnst mér einhvern veginn, mér finnst þess að sé svolítið svona innræting þegar maður hlustar á þessu, hvernig kennarnir að setja þetta upp með Sigmund Davíð og svo man ég eftir ég sá einhvers staðar einhvern verkefni, hópverkefni á Bifröst, þar sem menn komust að því svo voru að kanna rasisma, og komist að því að ég sérstaklega nefndur í þessu verkefni sem maður sem hvort að ég sé svona jaðrir við rasisma eitthvað svona þetta eru skóla þeirra fóstra, einhverjum svona pólitískan aktivisma og hugmyndafræði sem ég held að sé ekki til góðs og það fer bara mikil orka og tími í þetta og staðan fyrir að bara kenna börnunum og kenna þessum ungmennum það sem skiptir máli. Hlaðvarpið í samstarfi við Happy Hydrate. Steinefni eru orðin mikilvægur þáttur í mínu lífi og ég ekki einu svona að grínast, ég að nota þessar vörur í alvörinu. Það ástæða fyrir því að þessir kassar hérna eru tómir. Nýjungarnar og framþróunin hjá Happy Hydrate hreint út sagt frábær. Kreatín samhliða steinefnunum, eitthvað sem að þeir bjóða upp á og ég nota að staðaldri. Eftir að ég byrjaði að nota þessar frábæru vörur þá líður mér einfaldlega betri. Ég kem meiri verk og dagurinn verður betri. Dagskammtur af nauðsynlegu vítamínum, engin gervisykur og þú færð þetta í rauninni hvar sem að þú verslar. Þú verður ekki fyrir vonbrigðum ef þú prófar þetta og ég mæli með að þú gerir það strax í dag. Já, líka þess að undirbúa undir lífi Hvernig lítur líka bara, ef við horfum á þetta sem skipurrit, hver er yfirmaðurinn yfir barninu? Það væntanlega foreldrið. Já. Þannig ef ég útvista einhverjum verkefnum til þín með því að þú ætlir með góðri samvisku að skila barninu af þér ekkert endilega rétt þenkjandi heldur bara tilbúið til að takast á við lífið og með þetta gagnrýna hugsun. Snýst mikið það, takast á við lífið. Já. En ef að þú ert ekki að gera það, þá þarf ég að gera eitthvað í mínu skipurriti, Ég meina ef þú nærði ekki kenna því hvað er rétt og hvað er rangt til dæmis. Kenna því að lesa. Það er samt hvað er rétt og hvað er rangt getur líka samt þannig í alþjóðastjórnmálunum Já, hvað er rétt og rangt í venjulegum samskiptum manna á milli ekki rétt og rangt í einhverju hugmyndafræði heldur bara rétt og rangt í samskiptum manna á milli þannig að þú hafir hæfileika til mannlegra samskipta. Ef svo hæfileiki ekki fyrir hendi þá lendur við endalausu vandamálum allt lífið. Ég held að það sé stærsta vandamál að fólk kunni samskipti, kunni að vera saman á vinnustað,
hvernig á að nálgast fólk, nærgætni, virðing og svo framvegis. Þá er ég ekki að tala pólsku hugmyndafræði, ég er bara að tala þetta. Því að vandamál margra, jafnvel sem eru með langt nám, að þeir verða meira með óvinnufærir, og þess að kunni ekki þetta. Mannleg samskipti. Það eru mjög lélegi í því, skulum við segja. Og ég upplifði þetta, að ég tel það skipta mestu máli, að þessi hæfileiki, þú skýrir að þér börnunum að þau kunni að vinna, kunni að vera í samskipti við aðra og kunni að lesa. Ef ég næ þessu, þá get ég svona glaður einhvern veginn komið að með börnunum. Já, akkurat. En ef skólinn ætlar að fara að trufla þetta einhvern veginn með einhverju þvælu, þá náttúrulega getur það verið erfitt. Nei, það er ekki bara erfitt, þá bara segi ég nei takk. Já, en þú bara stjórnar því ekki mikið. Þess vegna, að því allir skólarnir, veist, Ég sagði ef þú hefðir einkaskóla meira. Já, og ég er ekkert eitthvað hlindur einkaskólum, þó ég sé mikill frjálshyggjumaður. Ég er hlindur svona ákveðinu miðakerfi Milton Friedman, en ég aftur á móti, segjum svo að ég geti lagt mína bara svona hugmyndafræðilegu álitaefni til hliðar og ég vil segjum bara hérna að þetta verður opinbert og ég bara segi já, það er alltaf leið. En þá er það samt ekki í lagi miðað við það hvernig þessu er að venda áfram. Nei, ég hef þetta bara verulegar áhyggjur. Ég er bara verulegar áhyggjur af því. Mína mestu áhyggjur að ég sé bara í fjölmiðlum hverjum degi að fólk ætlar sér bara ekki að taka nokkra einustu ábyrgð á eigin lífi. Fólk tekur ekki ábyrgð á neinu í fari bandana sinna. Þetta er allt að einhverjum öðrum. Samfélagið sem þarf að grípa þessu hópa. Já, kerfið á samfélagið. Bara þessi hugsun bendi þess að við séum miklu hnignunarferli sem samfélag. Nei, en talandi bókaorma sem að hafa allt sitt á hreinu, þá töluðum Kristrúnu Frostadóttur sem að er náttúrulega... Þú er svo mikið lataðandi hennar. En ég er ekkert að grínast, Ég þarf ekki einu sinni einhvern veginn að setja upp einhvern kaldhæðinn tón þegar ég er að segja. Ég meina, er einhver sem er betri en hún í stjórnmálum akkurat í dag? Þá er ég að tala um stjórnmálum, að geta í rauninni hvatt fólk til að fylgja sér liði. Já, það er ákveðin eiginleiki, þetta nær hún því einhver hluta vegna, þetta eru allir svo hliðhollir ríkisstjórninni og svona hliðhollir henni í fjölmiðlum. Það er mikil spuni í kringum þetta alls saman, en svo fyrir maður að hugsa hvaða árangur hefur nást. Menn gera bara grína þessari sleggju, menn gera grína verðmæti á haustinu, menn gera grína þess að skatta mun ekki hækka og alltaf því að hlusta hann sem er alltaf mjög skynsum. Ég náðast tekið allt sem hún segir, fyrir kosningar, já. Við ætlum öðrum að hugsa veiðigjöldin, en það er nú gert bara einhverju svona samráði og kannski bara einhverju skrefum. Síðan er bara allt annað gert. Allt sem hún hefur sagt, eins og menn segja útlensku, make a sense. Svo þegar kemur að framkvæma, þá bara gert eitthvað allt annað. Og hún hefur enga stjórn á þessu ráðherrum sínum í sem við flokkum. Þetta fyrir einhvern veginn út á söður og þá spyrum við hvað af hverju á ég að styðja Samfylkinguna? Út af henni eða? Ég er bara ekki að kaupa þetta. Nei, en hún er náttúrulega að taka við flokkinn, hún er að koma hérna eftir nokkra daga. Já, ég meina, það var nauðsynlegt. Að koma hingað? Nei, að taka við flokkinn, að koma flokknum úr þeirri brjálaðist þeirri villu sem hann var í. Það er ákveðin snilldjá að ná því. Og það myndast svona einhver hreyfing kringu það og einhver stemning kringu það. En nú er hún bara komin í einhvern veruleika. Hún er að stýra ríkisstjórn, Það sem ég sýnist svona virðist vera algjörlega farin á taugum, Flokkur fólksins í öllu sínu rugli og og svo er svona Logi að reyna ríkisvæða sem ekki hægt að ríkisvæða og misst bara hvernig horfa allt öðru sér við heldur en orðin fyrir kosningarnar og það sem hún sagði þess að hún tók við. Mér finnst ríkisstjórnin allt annar leið og mér finnst hún auðvitað að bera mest ábyrgð á því. En menn sjá þetta kannski einhvern veginn öðru sem ég sé þetta bara svona. Já,
Nei, ég, sko, þó svo að ég sé eins og þú segir, náttúrulega, einn diggasti aðdáendinn hennar, að þá verður því samt ekki breytt, sko, ég geri mér ekki alveg grein fyrir þetta og svolítið svona eins og, þetta er svona öðruvísi ríkisstjórn heldur en síðast þegar maður var með síðustu ríkisstjórnina þá vissum maður alltaf, skilurðu, ef var gerð einhver breytingar á sköttunum sem að gera það að verkum að þið voru lækkar og vissum maður að Sjálfstæðisflokkurinn átti það. Þegar það var hvalveiðarnar, maður vissi alveg að Vinstri grænir áttu það. Þannig maður vissi alltaf svona hver ætti hvaða mál. Já. Það sem hefur verið sérstakt í þessari ríkisstjórn er til dæmis bara núna þeir ætla að fara að skattleggja bílana í gegnum kílómetragjöld og taka hérna hækka vörugjöldin líka, sko. Já, hækka vörugjöldin og kílómetragjaldi, innleitu það sem hann alltaf reyndar fyrir ríkisstjórn átti. Já, en það var bara breyting á systeminu, en hækkun fyrir mig og þig er vörugjöldin á bílana. Já, og það átti að skila, hérna á sjávarútveginn, það sem ég ætla að bæta við þetta, að auka gjöld á þá og það er náttúrulega ekki að fara að skila sér, með minnir og Guðlaugur Þór hafi sagt að það verið 900 milljónir sem það hafi skilað, átti að vera 7-8 milljarðar. Já, ég veit ekkert um þetta, sko, en ég þykist alveg vita það að skattlækning á atvinnulífið eykur ekki tekjurnar, sko. Nei. Það að ýta því niður, þrengja því, það þýðir bara minni tekjur til lengri tíma og getur kannski náði á fyrsta árinu, auknum tekjum, en til lengri tíma er öll svona skattlækning til vandræða. Já. En talandi, sko, Kristínu, ég einu sinni hitt hann talað við hana. Einu sinni? Já, því hún var aldrei að syngja þegar ég var. Það er þetta. Og hérna, ég hitt hann í Herjólfi 2001 og átti samtal við hann og mér veist ég alveg þess að vera bara að tala við unga konu í Suðs, sko. Mér veist hann alveg bara frábær og hérna, já, alltaf hreinu, sko, og líka þegar hún talaði fyrir kostingar og allt því, bara ég geti alveg verið með mér í flokki sem kona, sko. En einhvern veginn gerist svo allt eitthvað allt annað. Það er það sem pirrar mig í þessu máli. Og ég hérna, og svo er hún að fá svona, hún sér afskipti hennar varðandi framboði í Reykjavíkurborg, sem enginn þarf að segja mér að sé ekki afskipti hennar. Pétur var hérna, hann var eitthvað að segja hérna, ég sagði henni, af hverju er Kristrún hrifnar af þér? Ég veit ekki það, ég sagði, þá get ég bara sagt þér það. Já, hún ætlaði að fá eitthvað sem væri ekki botnfriðin vinstri maður og hérna, sem hún er búin að reyna að losa sig við svolítið úr flokknum, sko. En gamla Alþýðubandagsliðið kraumar hérna ennþá, sko. Það er þarna ennþá allt saman, sko. Og þau eru bara svo máttlaus meðan, sko, fylgið í skoðun hvernig það er svona hátt. En svo einhver tíman þegar hérna, menn átt að segja því að það er engin árangursríkisstjórn, það er bara eitt og sagt og annað gert og þá kannski fer nú að fjara undan þessu. Og nú kemur vorið til vinstri, sko, og þá getur menn að reyna að finna einhvern plattform vinstra með samfélkinguna. Menn eru bara að vinna í því núna. Og ef það tekst vel, þá mun þetta hrynja fylgi samfélkingarnar. Já. Eða ekki hrynja en fara mjög niður. En hugsaði líka bara hvað ef að vorið til vinstri fær góða kosningu að þá náttúrulega aukast hér mannréttindi og velferð margfalt. Vissulega, og við munum hafa allt miklu betur. Og meiri mannréttindi, mikil ósköp. En þetta er bara einhvern veginn, er hægt að selja fólki ennþá, sko. Ég veit það ekki, sko. Ég sagði á pallborði hérna á Vísi fyrir síðustu kosningar að sósíalistar, VG og Pírata myndi ekki ná inn. Og það þóttu öllum það eitthvað, hvað meinarðu? Þau eru mælast hérna alveg inni og það gengur fínt og ég lofa ykkur. Það er bara það mikið stemningsbreyting í samfélaginu. Og ég ætla að fullera það hérna núna að voru til vinstri sama í hvort það verði með VG eða hvernig það verður, það mun ekki ná inn. Því miður, ég er mjög hrifinn af Sönnu, ég vil hafa hana þarna inni. Þó svo að hugmyndir hennar séu ekki aðsniðnar að minni eigin hugmyndafræði, sko. Nei, ég meina allar hugmyndir með að vera inni mín vegna, sko, en ég á þetta mjög erfitt með að sjá að fólk trúi því í raun að þessi hugmyndafræði mun einhvern veginn bæta kjör þeirra eða líf þeirra, sko. Ég bara, menn hljóta að vera algjörlega sögulausir að menn halda að það geti eitthvað, og ég meina þetta gerist í Ameríku, menn kjósa borgarstjóri í New York, sko. Já, sem er mjög áhugaverð. Já, ég meina auðvitað mun hann ekki gera neitt gagnar, við vitum það alveg, en hvaða áhrif mun það hafa? Mun kerfið, sko, halda honum niðri, hann geti ekki gert allt sem hann vill.
maður veit það ekki. Mér sýnst að kerfið nú ekki alveg að halda þessum Trump almennilega, sko, hann gerir nú bara ýmsar hluti, sko. Marga auðvitað mjög nauðsynlega, náttúrulega náða við ekki Evrópu aðeins úr sínum þyrnir rússasefni og benda á allt það og hefur staðið sem mörguleiti bara mjög vel alveg þangað til þetta Grænlandsmál, sko, komu og sem nú er hann alveg búin að tapa sér, sko. Og en ég meina, ég horfi á þetta borg núna og auðvitað er það taktík samfélkingarna þessar borg núna og segja, já, nú bara kemur alveg nýtt fólk inn. Við börum enga ábyrgð á þessu, sko. En mér fannst nú byrjun hjá betri vinum mínum frekar slök í þessu öllu saman, sko. Og hann tala Rósa Degi og líka Alex Ferguson og eitthvað. Það fannst mér alveg, sko. Hann átti bara að koma inn og segja, heyrðu, við höfum ekki staðið okkur og vel í mörgum mikilvægum málflokkum. Við höfum að gera betur. Þessi menn, þessi samfélking sem stjórnar sem eru minna hefur ekki gert það sem gera þurfti og ég ætla að gera. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það er stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Poulsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Já, þetta er einnig eitt mér rætti við hann líka, sko, sem ég þótti svolítið einkennilegt einmitt þegar hann var að segja að það þyrfti bara stóra átak í borginni og tiltekt hér og þar og allstaðar og svo bara... Þú verið að 30 ára? Já, svo spurði ég. En þú skrifar þetta ekkert á heiðu? Nei. Ekkert á heiðu, og enn síður á dag, sko. Já, enn síður á dag, sko. Sem er Alex Ferguson. Svo allt í einu allan að bara laga þetta með að segja, finnst ykkur ekki borgin betri núna heldur fyrir 30 árum? Nei, hún er nefnilega ekki betri, hún er bara öðruvísi. Þú kemst ekki í leiða hennar, þú farið ekki í sorpið tekið, þú kemst ekki í snjónum, leikskólarnir í Lammarsessi með þjónustu í nágrannasamfélögum, lóðaskortur og allt. Nei, hún er ekkit betri. Hún er bara stærri og það er fleiri hávísi, hún er ekkit betri, sko. Hún er líka óörugari. Hún er óörugari og allt sem svona skiptir borgarna máli, að geta fengið lóð eða keypt íbúð, framboð, öll þessi þjónusta, skólarnir dýrari og lélegri, leikskólinn lakar heldur en öðrum sveitarfélögum virðist vera, skipulagsmál öll í rugli. Nei, hún er ekkit betri, Pétur. Hún er bara öðruvísi. Hún er nútímalegri, stærri, fleiri hávísi og svo framvegis. Og auðvitað fullt gert, það er ekki allt vonlaust, en það sem skiptir okkur máli er í verri stöðu heldur en það var. Já, maður líka bara, ég meina, eins og með fyrirtækjarekstur var það ekki bara það að koma upp að einhverju kaffihúsi, sko, sem já, það er bara fyrirtæki, matvælastofnun er komin og... Já, fyrirtæki að forða sér líka úr borginni og ég bara illa farið með fé í alls konar verkefni, fólk finnur þetta alveg, mann finnst það sem hafa stjórnað borginni og allt okkur sem við gerum bara það sem okkur finnst flott og frábært og eitthvað svona. Ef okkur vantar pening þá bara hækkum við gjöldin. Þetta er ótakmörku auðlind hérna úti, sko. Og ég meina borgin af öllum skulle ekki vera með sjálfbæðara rekstur í allhutan auðvitað bara nánast kraftaverk ef menn hugsa út í það. Og svo bara tekið allt úr orkuveitunum sem hægt er að taka og veikir stöðu þess fyrirtækis. Sem er svona mjólkur kú, já. Og svo var 50% viðbótar álagning frá orkumálum öllu. Já, núna og og ég meina, þeir hafa ekki farið í orkuvinnslu, nýja orkuvinnslu í 15 ára eða 20 ára eða eitthvað, sko, orkuveitan. Ég meina, þetta mun að koma í baki á okkur síðar þegar orkuveitan er lakara fyrirtæki og þannig að það er raun og veru allt farið í klúður sem gætt farið í klúður og svo ætlaði fólk að fá endurnýja umboð og ég segi þetta við kjósendur, ef þið viljið þetta áfram þá því þetta skammast alltaf í þessari meirhluta því kusu hann alltaf aftur.
Hættið að kenna því fólkim. Hugsið bara sjálf ykkur. Takið sjálf ykkur ábyrgð á þessu. Já, það líka eitt sem þú nefnir hana, við tölum þetta í svona almennu samhengi líka, það mjög oft sem ég heyri stjórnmálamenn segja þetta sérstaklega og þetta stingur mig svo þegar þeir segja að það sé svo gott að búa í Íslandi. Ég hef ekkert við þessar athuganir að gera komandi frá stjórnmálamönnum. Sérstaklega ef þú ert búin að vera í stjórnmálum síðastliðin 4 ár. Það verður þín eina aðkoma að gera líf Íslendinga verra heldur en að vara áður. Alltaf vera íþyngja okkur eitthvað. Já, íþyngja og það óöruggara og það erfiðar að fá þjónustu. Hlutin eru verri heldur en voru fyrir COVID. Já. Hluta því eru stjórnlaus landamæri. Já, það stór þáttur. Já. Og ég einhvern veginn bara svona spyr fólk bara, þegar stjórnmálamaður segir mér þetta, á ég að taka mark á hann? Sérstaklega ef hann kom inn í stjórnmála síðastliðnum 6 árum. Eina sem þú getur eitthvað sagt og getur sagt við fólk, kaupmáttur þinn hefur aukist á síðustu 15 árum. Verulega. Eins sem getur sagt. En hagvöxtur á mann hefur ekki aukist? Nei, en við tókum náttúrulega hluta sem bara láni náttúrulega í COVID, skilur við? Já, nákvæmlega. Og sem við ætluðum síðan að vera búin að laga 2026 samkvæmt fjármálaáætlun og svo koma fyrstu fjárlögsa ríkisstjórnar og það engin merki það þvert á móti. Jú, það eru merki það. Þau segja svolítið að skila hallalausu 2027 og saka ykkur að hafi það ekki svona blaði þegar þau taka við. Hins vegar það sem mikilvægt að huga að allar þær áætlanir virðast ekki vera á beinubreiðinni. Nei, þú eigur ekki útgjöldum 140 milljarður að fara að ná jafnvægi í þessu. Nei. Það bara ekki hægt. Og ég meina, þetta kom mér óvart. Ég hélt við myndu taka stórskref og segja við aukum engin útgjöld nema bara verðbreytingum, ekki krónu. Er það Sjálfstæðisflokkinn 2021 eða er það Samfylkinguna? Samfylkinguna núna. Það var nefnilega ávið bæði, sko? Já, en sko, Sjálfstæðisflokkurinn 2021 þá tekið svo ákvörðun að enginn myndi nú missa kjör sín og við getum haldið vinnunni og laununum og halda þessu gangandi. Ég held að það hefði verið góð ákvörðun þegar kemur svona hrun eins og gerist. Síðan var planum það hvernig áttur að greiða þetta niður. Þegar núna vextirnir voru bara og verðbólgan ekki nema þegar Sjálfstæðisflokkurinn skilar af sér þá þeir 4 eitthvað sem of há verðbólga og við náum ekki vöxtunum niður nema að minnka verðbólguna. Þá hélt ég á fyrstu fjárlögum þeirra kæmi nú einhver skref sem benti til þess að menn væru með einhverja sleggju í höndunum. En það var ekki, þvert á móti. Og það voru svona mestu vonbrigði mig. Hefði nú þessi ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur þorað það, þá væri ég ekki dagnast út í hann. Þú myndir örugglega að finna eitthvað. Já, eitthvað annað, en ég myndi taka viljan fyrir verki í því. Segja, ok, þau höfðu þá eitthvað kjark sem yrði örugglega óvinsælt víða. Með því að bara skera niður. Allan óþarfa, það er fullt af fitu. Þó myndi ekki vega kannski ofsalega þungt, en þá væri það mjög skýr skilaboð. Tákgrænt. Það vantaði alveg þetta. Nei, allt saman. Aukum við við erum svo æðislega, við erum svo vinsæl núna að við getum leyft okkur að gera þetta og við þurfum helst meiri vinsældir og ég bara líst ekki á þetta. Nei, þetta er sko það sem að, svo við komum aftur inn á það sem verður náttúrulega lang áhugaverðast og ég held að verði, sko, endurskoðun held ég, rétt fyrir sveitarstjórnarkosningar á kjarasamningum. Ég veit ekki af... Ég man ekki alveg hvernig það voru ekkert. Nei, það ef að verðbólgan yfir 4,5%, það er 4,75. Það er eitthvað tíðamarki vor. Já, og ég held að sé rétt fyrir sveitarstjórnarkosningar. Og þá mun ríkisstjórnin fá fróðufellandi vinstri menn yfir sig og fá ASI, fá BSRB, fá Sólveigu Nýja-Blingu, fá alla þessa aðila, fá Höllu Gunnars að segja, herðu, við þurfum meiri pening. Þá fyrst mun reyna á þetta og þegar það kemur ofan í sveitarstjórnarkosningar og ég skil ekki okkur, sko, kjaramál
voru ótrúlega mikið til umræða, manstu þegar Sólveig Anna og Ólöf þarna og hinn kallinn hana Guðmundur eða eitthvað, voru í rosalegum erjum hana kringum lífskjarasamningana, ætluðu að það var svolítið það sem gerði Sólveig Anna á Stjörn út af hún fekk svo harða baráttu á móti sér. Og svo vorum við náttúrulega með þessa endur hérna, Villi Birgis náttúrulega var í hvalveiðunum og svo ofan í það kom hann endurskoðun 2023 þegar hann sagði að vera bestu kjarasamningar sem hann hefur gert. Kjarasamningar hafa bara ekki verið til umræðu, kannski út af því að þeir hafa ekki verið lausir. En núna, ef að það verður ákveðið að segja þeim lausum, þá erum við að fara að sjá fram á það í auknu atvinnuleysi, í aukinu verðbólgu, með fróðfeldandi vinstrimenn. Þetta er svona sem kaninn segir the perfect storm. Já, og þá með vinstrimennir kalla þessa ríkisstjórn hægri stjórn og alltaf ná fylginu sjálfi, sko. Nei, ég meina, svona bara blasir þetta við manni og ég bara, sko, hef verulegar áhyggjur á næstu misserum og tækifæri þessa ríkisstjórn var núna í haust að sýna á spilin og taka almennilega á þessu og sýna það í verki að taka bara til í fjármálum ríkisins og eyða minna. Já, nei, herðu afsakið, þetta er 1. september. Þannig að þeir gæti sloppið fyrir horn fyrir sveitarstjórnarkosningar. Já, ég er bara mjög forvitin að vita hvað kjósendur í Reykjavík ætla að gera. Já, hvað ætlað þú að kjósa? Ég veit ekki. Ég kýs allavega ekki þau sem eru í stjórn núna. Er það eitthvað á reiki hvað þú kýst? Nei, auðvitað er það ekkert á reiki. Ég meina, er ég komið fyrirsögn? En það skiptir auðvitað máli hvernig menn lánast að skipa á lista. Já. Þetta er ekki alveg jafn pólitískt eins og í landsmálum. Sko. Einstaklingarnir skipta máli. Gætið þú ekki séð fyrir þér að fara þangað? Ef Hildur byði nú annarsætið eða eitthvað? Það hafa ýmsir rætt við mig að fara fram. Aha. Já. Þarftu ekki að skella þér? Ef þú fer, þá kem ég. Nei, ég hef verið neikvæður, sko. Og verið bara eins og þurs og með leiðindi. Ná, ólíkt þér. Já, nei, ég meina, þetta, þú veist, þetta er bara, ég veit ekki bara alveg hvort ég hafi nógu mikið áhuga á þessum málefnum, sko, þeim skilningin til þess að fara að hella mér í þá gammalsaldri. Nei. Þú þarft að hafa svolítið passjón, sko. Já. Það ætlar að gera eitthvað gagn, sko. Já. Ég misti þessa passjón bara 2016, það var of lengi á þingi. Aha. Já, ég meina það var mjög gaman þarna fyrsta kjöttíðanbili því ég kem inn frá 2013 til 16 að gera svo mikið, ég var efnins og viðskiptanefnd og þú veist bara afnám haftana sem ég við slitabú, þetta var alveg frábær vinna og bara frábær tími og en svo einhvern veginn þannig séð var ég of hálfsveikur til þess að geta verið þarna framalega og þannig séð ítt svolítið út og svo endanlega bara hvarfið 21 svolítið mist passjónuna síðan, sko, og verið bara að ranta með þér og eitthvað. Já, en ég meina þetta hefur líka áhrif, þannig Já, og svo skrifa ég auðvitað stundum einhverja þvælu og svona til þess að vekja menn bara til umhugsunar, sko. Já, heyrðu, það er endar, ég fæ alltaf skammir fyrir það að byrja, ég var með MC Gautaðan, ég glimti spurningunum. Þannig að það sem ég ætla að gera er að ég ætla núna, út af því ég var alltaf bara að seytla þeim svolítið inn, en ég ætla núna að spurja þig út í þessar spurningar bara beint og ég ætla bara að kalla það pælingar. Þannig að þeir strákanir, Chats After Dark, þeir eru alltaf að segja, þeir eru alltaf með þetta sér og þeir eru alltaf með þetta í lokin og það heitir þetta riddarspurninga. Ég ætla bara að kalla þetta pælingar. Já. Þannig að fyrir mig þær. Finnst þér Sjálfstæðisflokkurinn standa raunverulega fyrir það sem hann er á að gera? Finnst þér Sjálfstæðisflokkurinn standa fyrir það stefnu flokksins í dag? Ekki með nógu ábyrgandi hætti. Það hefur skort á sjálfstrausti í því. Gætum við átt von á raunveruleika þáttunum Brynjar og Soffía? Nei, það verður ekki til. Þér er tíðrætt hana Soffíu? Já, ég nota bara eitthvað svona nafn og kallar eiginkonu mína til þess að segja eitthvað sögu. Flestar sögur geta menn tengt sig við. Skilur, þetta er bara
Ég er bara að slá að létta strengi stundum og stundum eru skilaboð í þessu. Ekki gæti nota raunveruleg nafn eiginkonu minnar, þannig að ég být bara til nýja eiginkonu og hún heitir Sofía frænka, eða heitir Sofía. Og náttúrulega referensi Sofíu frænku í Kardinámbæ. Já, hún er þar, því að það er auðvitað, það er eitt forstjóri á heimilinu og það er ekki þú. Þannig er hugmyndafræði í því og hérna, Sofía frænka er mjög mikilvæg á hverju heimili, hvort sem hún er kallinn eða konan, sko. Og hérna, svo bara segi einhverja sögur og ósannar, meira og minna, stundu kannski eitthvað sannleikskorn í þeim, en þetta er sögur sem fólk tengir við. Bara eins og leikindi hellisbúin eða fólk tengir við þetta þó að sé verið að gera grín eða slá rétta strengi. Stundum eru pólitísk skilaboð í þessu sem fólk hætti sér, en ég var að búa til einhvern módel, sko, kringum þetta og þess vegna gerði ég bara þetta, sko. Svo voru menn alveg bara heist að hvað segir konaði við þessu, hvað hérna grei konaðinn og hérna finna til með henni, hún er bara orðin fræg persóna þó enginn hafi séð hann og veit ekki hvað hún er, sko. En hérna en þetta er auðvitað bara svona hugsunin, oftast er ég bara að reyna að slá að létta strengi. Bara, eins og kona mér segir, ég veit alltaf hvernig þið leiðist, þá fyrir að ranta eitthvað á þessu neti. En þetta er ekkert merkilega en þetta, sko. Nei. En, ekkert en að reyna bara að skemmta fólki, sko. Ertu með þörf til þess að skemmta fólki? Nei, ég bara... Þú ert skemmtilegur, fólk talar það hérna sé sérstaklega gaman að fá sér bjór með þér og ég get tekið undir það, hafandi gert það nokkru sinnum. Já, ég kannski get endilega leiðilegsti maður, sko. Og þarft prósentunar? Já. Það er ekkert gaman að mér því það er engin prósenta, sko. Nei, ég er auðvitað bara, ég er bara áhuga á fólki, leiguhugur áhuga á fólki, sko. Þá kannski finnst þið að þú svolítið skemmtilegur, sko, og sýnir einhvern áhuga og gaman að tala við fólk og slá að létta strengi og gera eitthvað. Það er bara hluti af lífinu, þetta er bara ekki síst fyrir sjálfa þig, sko. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Er sjálfstæðisflokkurinn orðin woke, samanborið langan post SKK daginn? Hver er SKK? Sigurður Kári? Já, heldur að Sigurður Kári. Já. Hann hefur gert sér svolítið gildandi undanfarið. Já. Oft með frábæra písla. Já, ég þarf að fá hann hingað. Já, ég ætla aftur að fá hann. Er mjög öflugur, sko. Hann er nú einn af þessu klíku með Gísla Marteini og Pétur Marteins, sko. Þetta er grúpan úr Breiðholtinu. Já. Þeir eru 68 eða ekki? Já, ekki Rúnar Freyr. Já, með kringu það. Það tala 68 kynslóðina sem að rústaði samfélaginu. Já, þetta er allt, sumir þeir hafa sveigst til vinstri en aðrir hafa haldið sér hægra megin eins og Sigurður Kári. Nei, ég menna, Vók, hann hefur allavega ekki stigið nú sterkt niður fæti, sko, gegn því. Það gerði það ekki. Hann er svona, látið þetta bara einhvern veginn slæta, finnst mér. Meðvirkni. Svona meðvirkni. Það hefur samt verið, ef við bara pælum í því, ég meina, til dæmis, ég man að þú sagðir þetta einhvern tímann við mig, ég myndi aldrei nenna þessu ef ég ætti börn á ungbarna aldrei, út af því að það væri svo leiðilegt að fara svona á móti þessum múg, sko. Já, ef þið væri á grunnskólaaldri, sko. Já, nei, ég meina, sko, Vókið er auðvitað bara annað orð yfir, sko, sem ég kalla fasisma í raun, sko. Já. Dan Carlin gerði það líka. Já, þú bara getur ekki upp því að menn séu annarra skoðanar.
og þá þarf einhvern veginn að sluffa þér eða refsa þér eða endurmennta þig eða eitthvað og ég alltaf sagt sko Vóki var fundið upp í gömlu Sovétríkjunum. Vókið bara gamla vinstrið sko. Já, George Carlin, ekki Dan Carlin. George Carlin, grínistinn sem að sagði um þetta réttrúnaður væri bara fasismi að þykjast vera næs. Já, það það. Og ég meina, menn voru auðvitað búa til fullkomna vísindalega sannaða sósíalíska samfélag og eitthvað að segja eitthvað annað, þá kannstu bara skaða þetta frábæra samfélag. Og þetta bara sama, þetta bara í grunninn það sama og við vorum að glíma við í gömlu Sovétríkjunum og þetta bara stjórnlítis hugmyndarfræði vinstrisins, þannig horfi ég á það. En við létum alltaf slæta, við stóðum aldrei einhvern veginn almennilega, já, við getum tekið undir eitt og annað, eitthvað svona. Veist, ég tek bara aldrei undir neitt stjórnlindi. Og ef við teljum það mikið og við höfum það í stjórnarskrá og það sé tjáningarfrelsi, þá getum við ekkert hafa eitthvað svona. Við höfum að standa með því. Ekki bara láta þetta slæta, já, því ég geti verið sammála einhver í þessu, sko. Þetta einmitt ástæðan fyrir því, sko, svona svolítið Hallgrímur Helgasonar væðingin. Vók bara að vera næs. Vók ekki að vera næs. Það eru oftast fólk sem líka bara ekki búið að kynna sér neitt í sögulegu samhengi hvernig svona ráðstjórnarríki haga sínum málum. Sko. Nei, þekkir ykkur vinstrimann sem telur sig ekki næs. Já, eða bara almennt sé fólk. Þetta bara fólki sem bara hefur segir bara andumanna og gera allt fyrir alla og eitthvað svona. Það ekki þannig. Þetta bara venleg stjórnlyndi raunverulega andúð á öllu sem öðruvísi og svo halda þessi svo góð þetta góða fólkstal bara algjörlega og fagna fjölbreytileika já, það alltaf einhverju pólitísku grunni og þetta ekki, það ekkert næs við þetta sko. Nei, þú sér það bara ungu maður sem nýkominn í stjórnmálin segir ég persónulega tel nú bara að sitja 2 kyn fara bara allir úr límingunum algjörlega Nei, sko, þetta bara 2 kyn sko. Það ekki þar með sagt að menn upplifi sig ekki einhvern veginn sko. Og svo alltaf þegar maður segir svo kom einhvern fræðimaður á háskóla og skrifa eitthvað grein og var að þeir sem héldu því fram að væri bara 2 kyn var bara eins og þeir sem héldu því fram að jörðin væri flöt og ég hugsa mér, hvert erum við komin og nei, ég meina, ég get haldið því fram að jörðin sé flöt að því ég upplifa hana flata, sko, en hún ekkert flöt, sko. Og þetta nákvæmlega sama, þessi snúið á haus. Og ég meina, alltaf að fólk bara upplifið sig einhverju öðru kyni og það bara raunveruleg upplifun. Þá það bara þannig. En kynin eru samt bara 2. Og nema við ferum með því að segja jörðin sem flöta þá séum við að skilgreina hvað kringlur og hvað flatt upp og nýtt, það ekki þannig. Kyn eru bara 2. Við þurfum ekki að ræða það. En svona þetta verður allt til í einhver þetta pólitísk hugmyndafræði þetta. Þeir neita því hérna í Íslandi en þeir viðurkenna það út í Ameríku, þetta bara pólitísk hugmyndafræði LGBT plus eitthvað. Persónulega pólitískt. Þetta bara pólitík meira og minna og en ok, ég meina ég ger bara enga athugundu það þá fólk sé þessu sko, bara það í því sko, en ég ætla ekki að fara að segja við þetta fólk, já kynur miklu fyrir en 2 en ég veit að við segja hvað eru mörg sko Þetta eins og ég hef nú sagt áður að það ekki til svar við þessar spurningu, við vitum þó að svarið ekki 2 Já en svo veit ekki hvað svarið sko. Nei, þetta auðvitað bara einhver della sko, þá menn endur skilgreina hvað kall og hvað kona sko, eins og bara endur skilgreina hvað kringlótt og hvað flatt sko. Þú getur endur skilgreina það að þú vilt sko, en það bara samt ekki þannig, það bara en þetta bara einhver svona umræða svo einhvern veginn allir sem eru í þessu samtök og þau verða svo pólitísk og þau eru allir einhverju Hamas og eitthvað og veitu hvað Hamas, hvað þið þar af öllum sko, þið eru öll drefnið það sko en það segir manni hvað þetta raunverulega mikil pólitík, þetta bara, vinstri menn bara yfirtaka þetta saman og búa þetta til og þetta allt gert í einhverju pólitísku til. Líka hafa engar áhyggjur af Íran. Engar áhyggjur af því. Mér þótti rosalega sérstætt þegar Páll Óskar
kemur fram og segir hérna, ég nenni ekki að hlusta á 7. október hérna rökin lengur og það hérna, bara steifum því þetta borðinu og svo kemur þetta með Íran, ekki orð. Þetta er mikið öll áhyggjur af heimilisofbeldi og jafnrétti kynjanna og stanslaust stuð að eilífu. Ekki þessu, sko. Nei, mér finnst það rosalega sérstætt. Já, þetta segir manni bara hvað þetta er mikið pólitík. Ég er líka bara þegar maður spyr uppáhaldið mitt er náttúrulega bara að spyrja menn eins og Þorsteinn Einarsson út í búrkuna. Bara hérna, heyrðu, hvað finnst þér búrkuna? Það var alveg, skilur, bara error, skilur, ég get ekki svarað því, sko. Það er bara frelsi kvenna, sko, þó svo að konur hérna á Íslandi búa við eitthvað svona feðraveldi sem er búið að smeygja sinni í alla þræði í fatan okkar og alls í okkar samfélagi. Þá getur við talað um það. Þegar við talað um búrkuna, það er val kvenna. Já, ég man að það sagði einhver staðar Þorsteinsvinur minn að hérna þessi feminismi væri nú ekki, þetta var ekki einhver pólitísk hugmyndafræði, þetta var í vísindalegu sannleikur. Og þá hugsaði mér, vá, ég er komin aftur í þetta. Var ég ekki búinn með þetta? Marxi sem var ekki einhver hugmyndafræðileg, þetta var bara vísindalega sannleikur. Og ég hugsaði mér, leið og menn hugsa svona, þá er ástætt það áhyggjur, sko. En hann sagði þetta, sko. Þetta er ekki pólitísk hugmynd, þetta er vísindalegu sannleikur, sko. Það sem þau eru að boða, sko. Já, vísindalegu sannleikur er líka bara eitthvað orðatiltæki sem hefur komið upp. Jafnvel sko starffræðingar nota ekki einu sinni orðið vísindalegu sannleikur, sko. Nei, en þetta er mjög mikið í þessum pólitísku vísindum sem auðvitað háskólar eru bara fóstra og svo búið að tróða sér í menntaskóla og jafnvel í grunnskóla sem ég tel bara mjög skaðlegt og engu til gagns. Ég var að lesa hérna Economic Facts and Fallacies eftir hérna Thomas Sowell. Þú ert alltaf lesandi. Að sjálfsög, ert þú ekki alltaf lesandi? Jú, en bara ekki þessa bækur. Nei, þú ert að lesa þessa bækur. En hérna, þar er hann nefnt að fara yfir sko það hvernig í rauninni háskólanir hafa orðið svolítið fyrir barðinu af pólitískum réttrúnaði sem hefur holað á svolítið innan. Algjörlega. Og þar er hann að fara yfir sko þar sem að Dwight hérna í Eisenhower er að taka við Columbia háskóla, held ég örugglega áður en hann er forseti. En hann talar um þetta sem ákveðin svona vendipunkt sem að hafi svo svona gert, hvað ég var að segja, svona byltingunni kringur 70 og svo náttúrulega til 2020 sem náttúrulega bara algjörlega svona sprengja af þessari bara bilun, að hann segir þarna, talar starfsmenn Columbia University og það segir þar að þeir séu hérna og það sé gott að þeir séu með og þá var sko honum gert grein fyrir því sko, við erum ekki starfsmenn, við erum skólinn. Og hann, Thomas Sowell, færir rauk fyrir því að þarna hafi orðin ákveðin vendipunktur þar sem að deildirnar urðu bara svona einhver sílókerfi þar sem var komin með sko pólitíska rétthugsun og það var reyni ekkert sem að stjórn skólans eða skólastjóri eða aðrir eða jafnvel foreldrar gætu gert í því út af því að þarna væru bara komnir þeir sem að væru að fara að ráða því hvaða nákvæmlega færi fram sem er kannski að einhverju leiti gott að það sé ekki alltaf hægt að hafa áhrif en hins vegar þeir eru komið með einhverja bara svona hugmyndafræði sem má ekki skika af og það sem að fólk er bara að ráða og reka undir þeim formerkjum hvað þið finnst. Gert þetta í áratugi, sko. Það er málið, sko. Og hann mitt segir þetta. Og það er bara þetta sem bara Trump sagði, þetta er ekki boðið með ég er forseti. Hann bara sagði það. Þetta er bara ekki, já þið getið verið það bara ykkar sjálfstæði, sko. Þið fá ekki krónur á mér, sko. En ég meina, hann er bara að segja við háskólanum eins og hann sagði bara Evrópu, þið þurfa að taka til hjá ykkur. Bara saman sem hann segir við Evrópu, þið þurfa að taka til, sem er alveg rétt hjá hann. Þið þurfa bara að taka til. Þeir eru búin að sko, með aðförað þjáningarfrelsinu, bara eins og venjuleg sósíalist ríki nánast, sko. Og það er ekkert í boði hér hjá mér, sko. Og en svo einhvern veginn svo vandamál meðan Trump, svo fer hann bara eitthvað út og suður, maður veit ekkert, maður heldur ekki þræði, sko. Og ég held að þetta sé mjög skaðlegt fyrir hann. Og geti eyðilagt þannig árangur sem hann búin að ná. Þetta Grænlandsævintýri. Já, ég held það líka. Hlaðvarpið er í samstarfi við heitirpottar.is, hvort sem þið vantar saltvatnspott, hitaveitupott, kaldan pott, sánuklefa eða hvað eina í heita pottinn, þá ferð þú inn á heitirpottar.is og lætur græja þig. Þjónusta og uppsetningum all land og nú er jafnvel hægt að fá sér smíðaðan sánuklefa, þar sem að þú færð sánuna nákvæmlega eins og þú vilt hafa hana. Það er ekki hægt að setja verðmiða á heilsuna eða samverustund með fjölskyldunni og því er mikilvægt að huga að báðu og það er nákvæmlega það sem að heitirpottar.is auðvelda þér að gera.
Hvort sem þú ert að endurnýja gamla pottinn eða gera þetta frá grunni, þá getur þú sent skilaboð á netinu eða bara einfaldlega kíkt í verslunina að Fosshálsi 13 en þar er opið alla virka daga milli 10 og 17 og á laugardögum milli 10 og 14. Ekki drolla við þetta, þú veist að þið langar í heitan pott og sánu heimtíðin, heitirpottar.is, græja þetta fyrir þig. Ég held það líka. Ég held að einmitt á að eins og þú segir, sko, ég meina Hannes Hólmsteinn var með ágætis pistulum í morgun sem ég gat eiginlega tekið undir að öllu leyti. Það sem hann var einmitt að segja, bara margt af þessu hefur verið gott fyrir heiminn. Já, var eiginlega nauðsynlegt sko aðeins að hrista upp í þessu og mennaðið áttum sko. Já, og sérstaklega eins og með háskólana, þó svo að ég tel að hann hafi gengið svona full harkalega fram. Já, auðvitað gera það kannski alltaf sko, og veist, þess að náðu þessu einhvern veginn, eins og menn segja alltaf, það þarf smá afgat þess að reyða við fólki, en hérna í grunni samt held ég að hugsunin hjá hann sé að hitt galinn sko, nema með þetta með Grænland og NATO, ég er svolítið áhyggjur á hann þar sko, en hérna, þannig að þá fara hann á endanum að skaða hagsmuni Bandaríkjanna sjálfa sko, og fara ekki overboard eins og menn segja útlensku. Já, ég held að það sé rétt sko, ég held að það sé líka bara, það er mjög sérstætt að fylgjast með þessu því að ég meina hann hefur sýnt, eða Bandaríkin hafa alla tíð haft fullkomið aðgengi að Grænlandi, kannski er hann að móta sér einhverja stöðu til þess að geta hámarka þann vinkilega. Maður átti sig ekki alveg hvað hann að fara sko í þessu og svo leiðist mér auðvitað allt þetta lunatics-tal aðra og hérna. Já. Og veist, þú... Orðfærið. Já, ef þú ert sko hérna forseti valdamesta ríkis í heimi þá finnst mér að menn hafa ákveðna skyldu bara í velum samskiptu við fólk. Ég meina hann bara einhvern veginn gerir svona sýnist. Hann var skólakerfi sem hefði að grípa hann hana. Ég satt að segja ekki tóma fyrir þessu sko. Nei, ég er sammála því. Heyrðu, hvort er betra, ESB eða USA? Hvort ættu að færa okkur nær? Eða hvor ættu að færa okkur nær? Sko, ég er auðvitað mikill Evrópumaður. Þannig séð Evrópu sinni. Veist, ég tengi auðvitað betur við Evrópu mörgu leyti sko. En ef Evrópa ætlar að þróast í sömu áttina eins og þessar átt sem hann hefur verið í núna undanfarið þá líst mér ekki á það sko. Þannig að menn verða nú að taka sér taki. Ég tengi auðvitað miklu minna við Ameríku sjálfur. Veist það allt svolítið sérkennilegra sko. Og þegar maður kemur að þessi fólk sko, en ég kann óskaplega vel við sko, þennan venlega Ameríkanar, mjög skynsamur og kurteis og góður og allt það sko. Og þeir eru sko tala við svona fólk sko, þá finnst mér vera bara flott sko, en við fáum alltaf að mynda einhverjum rednecks hérna og hérna íslenski fjölmiðlar draga alltaf upp að versta í Bandaríkjamönnum, en þeir eru mjög flottir sko. Ég er náttúrulega mikill kanni sjálfur svona í mér sko. Já, en hérna, en ég er svona, kannski að því maður er svona tengdari, veist, óbúslega gott að koma í Kaupmannahöfn og Danmerkur helst að hverju ári sko. Og ég tengi auðvitað þó þessi svona hrókafullir og allt það sko, og þá einhvern veginn tengi maður einhvern veginn bara betur við. Þú er náttúrulega svo hrókafullur sjálfur. Já, ég get verið það, sko, ég hef sagt, sko, hrókin er stundum nauðsynlegur, sko, en mér finnst, sko, almennt sérstaklega danski karlmenn, svolítið hrókafullir, sko, og líta stórt á sig, sko, þeim er aðeins laga það, Svíarnir svolítið svona líka, bara ekki, þeir eru bara leiðilegri Svíarnir en Danir, en hérna, en ég menna, ég tengi bara betur við Evrópu. Eins og staðan er, kannski að því maður þekki það betur, ég veit það ekki. Já, ég tengi mest upp Bretana. Já, Bretana, já, ég hef mikil húmor fyrir þeim, breskur húmor. Já, þurri húmor. Já, sem er nú eiginlega hverfa, sko. Svolítið. Já, með því að það vera skipt þjóð í landinu. Það er svolítið verið að því, já. Hvað, svo við endum bara þar. Útlendingamálin. Og bara gera það sem þú og Jón þorðu aldrei að gera. Sem við þorðum ekki, sem við reyndum að gera og hérna, nei, Obba er bara því miður ekki að ganga nógu langt sko, en hérna, en ég sé ekkert að sé að gera sko, mér finnst sko í þessu máli finnst mér þau vera svolítið populista sko, þau átta sig á því fyrir kosningar
að þau þurftu að ávarpa þetta og segja, heyrðu, hingað ekki lengra. En ég eitthvað svona hugur fylgir máli. Ég heldur hafi í raun stór hluti af samfélkingunni, hluti af Viðreisn, hafi bara engan áhuga að taka á þessum málum. Í raun. En þau átt að sjá því pólitískt, það þýðir ekkert að bara skila auðu þar. Þau verða að segja eitthvað. Ég held þessi öfugt, að segja hvað ég held. Ég held að ríkisstjórnin sé sammála Snorra Mássyni almennt, en horfa á hann sem ákveðin bara svona ísbrjót, hann bara svona veður og þau geta verið, já, ég er náttúrulega ekki sammála þessu, en þetta er náttúrulega vandamál. Ég meina, ef við hugsa bara hvernig Viðreisn og Samfylkingin töluðu fyrir kosningar, það var hérna, það má alls ekki setja börn í nein lokuð úrræði, við viljum helst ekki lokuð úrræði og viljum þetta. Svo allt í það bara núna, það er ekkert mál. Já, ég meina Kristún ávarpaði þetta, það þyrfti þetta að taka á þessu vandamáli og ná einhvers konar stjórn á þessu. Hún myndir... Þau töluðu aldrei Samfylkingin áður en þetta. Þau bara algjörlega mótið þessu, öllu svona bara... Rassistatali. Öllu þessu rassistatali og nánast bara einhvers konar open borders og eitthvað svona, veist bara fólk á bátt í heiminum og eitthvað svona. Þannig var umræðan. Kristján auðvitað átt að sé á því. Ef hún ætlaði að ná einhverjum árangri þessu kosningum, þá þurfti hún að segja, við þurfum auðvitað að ná betri stjórn á landamærum. Ég man nú ekki hvað Viðreisn sagði þessu. Svo er þau búin að vera einni ár. Það er ekki búið að mæla fyrir neinu frumvarpi, eins og ég veit. Nei, hún er 7 frumvörp. Já, en sjáum til hvað gerist á þessu ári. Hvort það sé einhver raunverulegur hugur fylgir máli. En þau hins vegar átt að sjá því pólitískt, þau verða að gera eitthvað. En þegar við vorum að reyna þetta, þá var nú gott að rifja upp hvernig þetta fólk talaði. Já, það var öðruvísi. Það var aðeins öðruvísi og ekkert aðeins, það var bara mikið Jón settir einhvern nasistabúning. Já, nasistabúning og mótmælt að ég var aðstofamaður og þessi rasistar í dómsmálaráðuneytið og allt og við náðum bara mjög takmörkuðum árangri þá við höfum bara bent á þetta. Og þá leiðum kemur inn í ráðuneytið, þá bara sérðu hvað ruglið er í gangi og hvað þetta er stjórnlaust. Og Jón er bara fyrst að segja, þetta er bara stjórnlaust. Enginn þóra að segja það áður, bara stjórnlaust. Tók hann ekki alltaf á fund og benti á með skipulega brotastarfsemin og þetta er bara algjörlega stjórnlaust og þetta enda bara í algjöru kaos. Og þá var hann bara teiknaður í nasistabúningi og tók sér mjög vel út í Jónum. Og en svo kemur þetta fólk alltaf að vinna kosningar, hörðu, við erum að gera eitthvað. En svo bara líður 1 ár og það er ekki búið að gera. Ekkert. Kannski ætlaðu að gera eitthvað. Við verðum bara að vona það. Þú sagðir fyrir, ég man ekki nákvæmlega, þetta sé ekki svona 4 ár síðan við hittumst. Þú sagðir hérna eitthvað á það leiða. Þú sagðir að það erði borgarastyrjöld í Evrópu innan 10 ára. Og ég man að mér þótti það bara fáránlegt að þú skildi segja. Og ég bara hugsa núna, ég held að það sé óhjákvæmilegt. Já, þú ert komið algjörlega ósamrýmnilega hugmyndafræði og lífsgildi í stórum löndum Evrópu sem þú samræmir ekkert, þá endar það í átökum. Hvort sem við kallaði borgarastyrjöld eða eitthvað annað. Það endar bara í alvöru átökum. Og þá bara spurning hvað þarf þessi hópur að vera stór. Sem bara fyrirlítur þín gildi, þínu hugmyndir og allt það sem þessi ríki standa fyrir, Það mun auðvitað aldrei enda vel. Það er gert það í sögun heldur, Nei, ég nefnilega þegar maður lesa þessi síðan nýlendufræði, þegar maður lesa Afríku, þar sem Afríku var bara teiknuð upp af einhverjum belgum og frökkum og breytum og eitthvað, skipta þessu upp og þá var einmitt sagt að helstu vandamálin hafi verið að þeir tók ekki til álita svona menningarlegu áhrifin sem það kynna að hafa út af því að það var ekki teiknað rétt eftir því hvernig menningin væri hvar og þar hafi verið ástæðan því að átök hafi verið í Afríku í allan þennan tíma. En svo hugsaum við hérna bara, nei, það er ekkert mál. Þú bjóst í ríki sig í Júgóslavíu, Það var dauðadæmt, það hlaut að hrynja, Af hverju segir það? Já, bara það er að því að það er bara algjörlega ólíka hópar sem bjuggu inn í Júgóslavíu. Bosnía var bara auðvitað múslimsland.
það gat aldrei gengið. Balkansvæðingin. Já, ég meina Ísabella og Ferdinand sögðu 1490 eitthvað sko, við Márana, það er bara tvennt fyrir ykkur að gera, annarkvæmt að fara eða kasta trúnni. Þeir vilja ekki kasta trúnni, þeir eru að fara. Í öllum þessum múslimsku löndum í botni miðri það sé búið að ýta öllum kristnumönnum út. Akkur held þetta gerist. Já. Þetta bara, þú getur ekki, þetta er ekkit vandamál, þetta er bara eitthvað lítið hluti, 1%, 0 eitthvað. En ef þú ert komið með alvöru stóran hóp sem fylgir ekki því fyrirkomulega þessi ríki byggir á, þá endar það illa. Það þarf enga spekings að segja eitthvað þetta. Þetta er rosa sérstaklega líka að fylgjast með því hvernig þetta þróast. En núna náttúrulega, sko, Indland mun verða áhrifamesta ríki heims mjög fljótlega. Sérstaklega þegar Kínverjum fer að fækka og Indverjum er að fjölga og þeir eru náttúrulega hindúar eða kristnir að stónu hluta. Svo er þeir með múslima þannig í norðurinnu við landamæri Pakistan og reyndar víðar líka í suðurinn og annar staðar. Það er að verða rosalegar hreyfingar í öllu sem við kemur öllu stjórnmálalífi en Narendra Modi náttúrulega bara segir við Netanyahu að þeir séu bandamenn og þeir ætla að fara að takast á við sko menningarleg átök mjög víð í heiminum er að verða svakalega áhugaverð. Já, ég menn það eru þetta héru þarna á landamærum Pakistan og Indlands, það eru héruð inn í Kína. Þetta er eilíða stríð sko og ég veit ekki hvernig þetta þróast. Ég meina, svo maður horfir bara yfir mannkynssöguna þá er bara endalega stríð sko. Já. Það er ekki endalok söguna. Nei, ég sagði eitthvað við meina Bismarck reyndi að teikna upp ný landamæri til þess að hafa löndin sömu menning og tungumál. Náði sátt einhverjum árangri í því. En ég meina þá voru svona meira stríð bara milli landa yfiráð, ekki svona þessi menningar stríð sko. Nei, þetta er náttúrulega sem að Samuel P. Huntington hefur talað mikið í sinni bók. Nei, ég meina við getum reynt að vera eitthvað frjálslynd og tala það frjálslynd einhver fjölmenning. Það hér er bara íslensk menning sko. Getur það aðlaðinni eða getur það ekki? Ég nefnilega spurningu, ef þú getur það ekki, þá lendur í átökum. Já, ég hef talað mikið þetta nefnilega sko kröfur aðlögun og inngildingu og þessi svona della orð. Það er bara einhver þvæla. En ég líka hef hugsað sko á því að það sérstakasta við það er alltaf að segja sko að þú sett að gera þessum hópum greiða með því að sína meðvirkni gagnvart aðgangshörðustu aðilunum hverju sinni. Bara þetta er eins og Christopher Hitchens talaði bara ef þú gefur eftir þá taka það bara hendina. Og þá færð þú átök en þú ert ekki að gera fólkinu sem er kannski stærri hluti sem að vill bara aðlagast í þessu samfélagi einhver greiða með því að búa til þessi átök. Sumir eru bara þannig íslensk samfélag, íslensk menning og íslensk löggjöf hendaði mig. Þeir allar sér ekkert aðlagast því þess að það stríðir gegn þeirra sannfæringu og þeirra trú. Hvað ætlar að gera það? Kveðja, gerir ég ráð fyrir? Nei, ég segi, sko, ef ég ætla að fara að flytja til Sádi-Arabíu, þá þarf ég bara að setja mig í ýmislegt. Ég fer það ekki vegna þess að þetta bara passa mér ekki, sko. Ég gæti verið í skamman tíma, í heimsókn eða eitthvað, en þú ferð ekkert inn í þetta form. Það er ekki hægt. Ég ræddi við Jónas Már Torfason, sem er sonur Ölmu Möller og ætlar að vera oddviti samfylkingarinn í Kópavogi. Hann kom með svona miðflokkslegustu svona hugleiðingu sem að ég hef heyrt frá samfylkingunni og hann spurði hvað heldur að tæki okkur langan tíma að aðlagast í Afganistan? Eða bara Gaza sko. Já. Nei, það segjum bara það að þessi ungi maður er þá með einhvers konar dómgreind og skynsemi þó hann sé í samfylkingunni. Það er bara góð sviti sko. En ég meina Mette Frederiksen er greiðlega eitthvað viti kollir henni þó hún sé krati. Gott og vel sko. En það er bara mjög stórir áhrifir og háværi hópar hér í Íslandi
sem eru engum tengslum með veruleikann í þessum málum, bara engum. Og við höfum ekki sem þorað að takast á við þessu hópa og segja bara hlutin eins og þeir eru. Eiginlega fyrir en að nú duglegastu við það núna vinnuðin Snorri Másson sko. Og og gerir það bara mjög vel. Voru bara eiginlega hrósar hvernig að gera þetta. Þetta er bara ekkert vanhugsað, þetta er allt saman bara vel gert hjá honum sko. Ert þú sammála því að við höfum að loka landamærunum fyrir fólki utan EES? Eins og Trump er að gera en... Nei, ég er ekkert alveg sammála því sko. Það sem ég hef alltaf sagt og sagði strax í upphafi, þú getur ekki búið til einhvern hælisleitendakerfi sem er þannig að hver sem lendir eigi rétt hér á einhverju þjónustu og bara fer inn í landið. Það gengur ekki. Menn fundu það stóti, það er nú bara mannréttindamál, sko ruglið svo mikið sko. Og ég sagði, nei, heyrðu, ok, það getur hver sem sótt sko. En þú ert bara það sem þú ert sko. Svo sækjur sko. Svo gæti auðvitað verið einhvers konar undantekningar af þessu, allan í sömu löndu sem menn eru greinilega bara nánast að flýja einhverjar orsóknir eða eitthvað. En það er bara þannig að bara menn koma hérna bara að lenda. Það kerfi, ef þú hefur það kerfi þá missur alltaf stjórn á þessu. Bara gleymdu þessu. En það sagði, veist, þú lendir ekki á kendi flugvelli og segir hæli. Þú får bara vel baka sko. Það er ekki þannig sko. En við í einhverjum dyggðarskeytingum fórum þessa leið og ég sagði þetta við setningu lagana að þetta var, við varum að opna Pandoru-box og myndum missa stjórnarlandamærunum strax, sem og gerðist. Og það þurfti enga speking vegna þess að þetta lá allt fyrir. Það voru þetta til ákveðin fræði í þessu. Leið og þú slakar á umfram aðra, þá færðu vandamáli yfir til því. En menn bara neita að horfast í augu þennan veruleika. Menn bara neituði. Evrópa neitaði því, Ísland neitaði því, sittu upp með vandamáli. Sem er, held ég, óleysanlegt. Já, þeir eru allavega eins og í Svíþjóð, ég spurði einn sem hefur búið hann í Svíð, hann sagði bara, þeir leysa þetta aldrei. Sko. Nei, menn þetta var sæns samfélag, ekki lengur sæns samfélag eins og það var allavega, eins og menn vildu hafa það. Nei. Og ég menna, menn standa bara fram við það fyrir áskorun sem bara ráði ekkert við, því miður. Já, þetta er svo mikill fjöldi á mjög skömmun tíma. Já, þetta er eiginlega svolítið sturlað ástand. Bara sturlað ástand, þetta er bara sko dómgreindarleysið og vitleysan ríður ekki einteyming. Þegar menn máttu alveg vita þetta. Já, ég veit ekki alveg hvernig framhaldi verður sko, það veit það náttúrulega eiginlega enginn. Nei, við lendum bara alltaf áfram og höldum áfram mannskeppnar í sínu stríðum endalaust. Já. Nei, þetta verður... Og það er að búa þau til, sko, óþörfu. Menna Þjóðverjar ætla núna að senda alla, sko, það sem er... Það er mjög flókið. Það er mjög flókið. Ég veit það, en ég er líka bara svona, af hverju þurfum við að komast á hann stað alltaf að, þú veist, það er eins og með bókið, sem er flókið, að þú veist, það er svo augljóst, eins og með hælisleitendakerfi, það er ekkert á taflborðinu sem býður upp á því að því verði ekki lokað. Það er engin pólitískur raunveruleiki, þar sem að því verður ekki lokað. Nákvæmlega, þess vegna held ég það að búa til eitthvað brottfararbúðir og komubúðir. Leysið ekki að vandað. Þú ert bara búið til einhver úrgjöld og óþörf við því. Slepptu því bara. Segðu bara það er ekki þannig að þú getur bara lent á flugvelli eða komið í skip og sagt hæli. Það er bara út. Skildu eftir umsóknina hérna? Já. Og það er það sem Danir og Breta alltaf gera. Sko. Já, og það er líka, og við munum líka gera sama hver gerir það, sko. Og ég sagði líka við Oppu, ég meina, þú veist, það verður líklega á þínu kjörtímabili, þar sem að þú munt bara standa fram fyrir þeim veruleika, þú muntur að loka hælisleitendakerfinu. Það skiptir engu máli hvernig, og það er svona, svo sérstakt að, og hann er hérna með Helga Hrafn, vinn okkar, fyrir ekki svona, hann segir, þú veist, og hann fyrir alltaf svona, já, en þú veist að þú lokar hælisleitendakerfinu þá ert að drepa fólk, og ég er svona, við veitum það að fólk er ekki að koma hérðan í beininu flugi. Sko. Nei, þú ert ekki að drepa neitt, þetta er bara þvæla. En ég vil nú segja, sko, Oppundi Hross, sko, mér finnst núna, svo ráðherrum sem ríkistur sem oftast talar einhverju skynsemi, sko, og og ég held hún hafi alveg dug, sko, til þess að gera ýmislegt, sko. Það er ekki bara að ráða þig einn sem aðstoðamann, þú ert nú atvinnulaus. Já,
Þá ætlar ekki að fá mótmæli yfir sig eins og Jón. Nei, en auðvitað það getur verið að menn sko horfist í augu við raunveruleikann þegar þau komið völdin og þurfa að stjórna og bera ábyrgð. Og ég er bara treyst á það að þessi ríkisstjórn sjái síðan að sér og átti sér bara á hlutunum. En það getur hugsanlega tekið eitthvað tíma. En gott og vel, ég segi ég skal ekki vera ofbáðslega dómhörður á þau strax, það er bara 1 ár liðið, en þetta hefur samt valdið með talsverðum vonbrigðum, svona miðað hvernig það var talað fyrir kosningar og þegar ríkisstjórnin var stofnuð, var til. Ef þú ættir að velja á milli, hvort myndir þú vilja að vera 52. ríkið eða hluti af Evrópusambandinu? Það er ekki mikill munur á kúk og skít í þessu. En ég sagði að ég er meiri Evrópumaður, en það er engin munur á þessu sko í raun að vera hluti af Evrópusambandinu, eitt ríki þar eins og vera einhver hluti eins og einhvern Alaska eða Hawaii sko. Það er engin munur á því. Þú ræður svona mestu heima á þér en það sem alríki vill ráða og það sem Brussel vill ráða, þá ráða þeir sko. Hvað munur á þessu? Nei, ég myndi reyndar taka reglur fyrir þetta kannski byssulöggjöfni, ég er ekkert svakalega hrifinn af henni, en með svona frelsi einstaklingsins og fyrirtæki og annað sko. Þeir standa sér betur Amerikanar heldur Evrópumenn í því. Já, það er það sem ég er að segja sko. Og ég hugsa að sé meiri möguleiki að einhverju verðsæld ef við verðum 52. ríki í Bandaríkjunum, fylki í Bandaríkjunum heldur en hluti af Evrópusambandinu. Eins og eitthvað horfi framtíð, nánast að framtíð horfi mér. Já, þrátt fyrir að Pólverjar séu í Evrópusambandinu, þá er mjög áhugavert að fylgjast með. Ég held að sú þróun eftir að gerast, sem að hefur að gera reynda með þetta svona huglæga mat hvers og eins það hvað vinna sé og hvernig einingarnar starfa innan hagkerfisins. Að ég held að Vestur-Evrópa muni vera eins og Austur-Evrópa og Austur-Evrópa verður eins og Vestur-Evrópa. Já, þetta er ekki alveg frálegt. Vegna þess að þeir eru ennþá átt að sé á aðalrætturáðum í Austur-Evrópu. Þeir muna 1989. Já, þeir eru raunsæri sko. Það er ekki búið að glepja á því öllu ruglinu sko. Ennþá. Þess vegna, og þeir alveg skilja mikið með vinnunar og þeir bara hugsaður í sig. Og þannig að mér sýnist svona mestu uppgangurinn vera svona austur frá. Og jafnvel sko niður í söður í Ítalíu og Grikkland, það er bara uppgangur þar. Það er líka alveg hægrisjónin þar. Alveg frábær hægrisjón í Grikklandi, þeir eru bara gjörsamlega snúað þessu við. Ég fór til Grikklands í fyrra, eða semst sömarið 2024 og hitti þar fólk sko, og þessu er bara þetta er bara gjörbreytt. Það er mjög fyndið með Grikkina. Ég var að tala við 2 Grikki hérna daginn og þeir búa hérna og starfa og þeir sögðu við mig að það sem er að gerast núna er að það tölur mikið af Grikkjum á Íslandi. Ég vissi það reyndar ekki. Nei. En það er eitthvað af þeim allavega. Og þeir voru að segja við mig að samlandar þeirra og fólk sem er svona hérna og frá úr heiminum er allir fluttir heim á íslenskum atvinnuleysisbótum og svo þegar þeir fá e-mail frá Vinnumálastofnun að þá eru þeir alltaf svo stressaðir að redda flugi beint til Íslands. Eða ekki beint, til Íslands. Já, ég meina. Og ég var að hugsa með þegar atvinnuleysi er að hækka, þá mun þetta margfaldast. Það sem fólk mun ekkert búa, ég meina ef þú býrð á Suður Ítalíu. Það er því að við erum með kjarasamning og löggjöf með þessum hætti, þetta er sem er veikindaréttin. Þetta er bara löggjöf og kjarasamningar út í móa og þá gerist þetta. Ég meina, þú lagar þetta ekkert. Svo, með einhverju viðveru, ráða nýjan viðverustjórnanda. Þetta er svo vitlaust. Þú lagar þetta ekkert að breyta lögum og kjarasamningum. Þannig að þetta er alveg galið sko. Þetta er það. En Grikkirnir eru bara, það er bjartsýni í þeim núna. Það er bara, nú er bara að vinna við þá sem vilja vinna og það er uppgangur og bara gaman hjá Grikkjum. Ég held að þetta muni koma hingað líka. Og Ítölum, já. Ég held að það muni, ég held í alveg tala að það verði ótrúlega erfitt ár núna, en ég held að verði hröð uppsveifla, ég held að verði bara pínu eins og COVID. Já, við eigum svo mikla möguleika, ef við nýtum þá rétt, með öll þessi auðæfi. Og ef við svona gefum einkaframtakinu svolítið lausari tauminn
og þá er náttúrulega helst að löggjöfin og ESB að breytast því að þeir eru að trufla okkur líka sko. og þá getum við verið svo fljót upp sko, því við erum svo lítil og bara, en við erum að sjá það núna út af þessu reglugerða fargani og íþyngjandi reglum, þá er að draga úr erlendi fjárfestingu menn segir, nei, ég hef ekki að fara inn í þetta umhverfi sko. Bandaríkjum segir, við erum ekki að fara að kaupa hérna í þetta umhverfi. Þetta er maður fann að heyra, ég veit ekki hvað er rétt í þessu, en þetta er maður fann að heyra sko. Nei, við erum ekki að fara í þetta regluumhverfi sko. Og svo bætum við oft við, gerum þetta enn meira íþyngjandi heldur en ESB sko. Já, ég held að við séum að pínu svona 1970 Við erum þar. Vegamótum sko. Já, við erum þar. Ég held það. Ég held að þetta muni, þetta leita nú jafnvægi, ég segi hvernig mannskjarnan hefur nú tilhneigingu að laga hlutina fyrir rest sko, þegar tjónið er ofið mikið, vondi gerist það, en ég meina, sumar þjóðir kusu yfir sig sósíalisma og kýst það ekkert frá þér. Þú kýst það ekki, þú byrjar að kýst það en ekki frá þér. Og þess að það var svo gaf að sá það einhver staðar, einhverju fjölmiðli í gær að atvinnuvegaráðherra var að minna okkur á það að Hitler hafi verið kosið lýðræðislegu kosningu. Hún var ekki að höfða til forseta Venezuela sko. Hún var að horfa til forseta Bandaríkjanna örugglega sko. Og þetta er svo fáránleg samlíking. Einu skiptið það sem menn taka völdið eftir lýðræðislegar kosningar eru hjá sósíalistum. Það er bara gerst þannig. Gerst í Venezuela, gerst í Þýskalandi, gerst í fleiri ríkjum í Suður-Ameríku. Hvað með hægrið í þjóðarinnu sósíalistunum? Það er ekki hægri. Hvað er að ykkur? Og þetta er bara dæmi gett fyrir sósíalista. Þeir ætla bara ekkert að missa völdin. Og þú tekur alltaf eftir því, alltaf þegar þeir komst til valda fyrsta stund eftir að breyta stjórnarskrá. Já, þetta er hérna með til að tryggja svona einhver með Maduro, sko, ég er að lesa bók hérna sem heitir Things Are Never So Bad That They Can't Get Worse og hérna eftir William Neuer og mjög áhugaður bók þar sem hann er með að tala um það sko að Maduro ætlaði að vera svona eftirmynd Hugo Chávez en hann hafi verið svo vanhæfur, hann gat ekki gert neitt, gat ekki tekið neina ákvarðanir eða gert neitt nema það alltaf þegar einhver var að efast hans völd og þá einhvern veginn bara var hann kveðinn í kútinn sko. Hann neð með þennan. Svolítið svona eins og Hugo Chávez sem bara sagði hérna já, mér vantar pening í ríkiskassan. Ríkisvæði þetta hana og ég sagði hvað svona, ég man ekki við hvernig, ég var að tala við Jökull Sólberg sem er sósíalisti, ég sagði hvaða huglægu áhrif heldur að það myndi hafa á íslensku þjóðinni ef að Kristrún Frostadóttir myndi labba niður Laugaveginn og þjóðnýta hérna mismunandi hluti. Ja, það sem gerist í Venezuela þegar Hugo Chávez kemur, þá náttúrulega þjóðnýtir hann amerísku fyrirtæki, eignir Ameríkana. Trump alltaf ekki að láta það gera sko. Svo er hann náttúrulega bara að fóstra hérna einhverja hryðjuverkamenn og menn sem eru svona að reyna að brjóta niður hagsmuni í Bandaríkjunum, hann bara tekur hann. Allir búin að gleyma því að Biden var búin að gefa út handtökuskipun á hann sko. Hann bara sækir. $25 milljónir. Já. En ég meina hann bara tekur hann og þá fór allt í einu menn allir að hugsa þjóðréttar reglur eitthvað var það nú stóra málið í þessu ég meina maðurinn er bara eftirlýstur bara, veist, ef einhver fær inn í Ísrael tæki netjun og færi með hann til Haag það engi segja neitt allavega ekki sömu aðilar það er handtökuskipur á þar held ég ekki sömu aðilar, nei og Þú myndir að rögga drillast? Nei, ég meina, sko, einræðisherra sem kúfa þjóðina, taka lýðræði og sambandi, ég er bara enga samúð með þeim, sko. Enga samúð með þeim. Og þeir get ekki reiknað með samúð. Fóstar hryðjuverk, reyna að grafa undan öðrum, þetta er allt svona. Og svo allar að kála Kúbu í leiðinni sko með að taka alltaf olíuna. Já, hann gengur víst djöfull langt sko. Ég er að segja það, Trumparinn. En ég hef enga samúð með Maduro og ég held að þeir sem hafa verið með honum í þessum sósíalistaflokki hafa fegnar að losna við hann sko. Því hann er greinilega ekki ráðið við þetta sko. Svo bara spurning gengur þetta á úthellingar á blóði sko þessi skipti. Þannig að menn kom einhverju lýðræði ávatn. Þriðjungur þjóðan er flúin sko. Það er svakalegt. Hugsaðu þér annað, sko, þetta er bara nánast óþekkt
og svo íslenskir sósíalistar alveg miður sín yfir einhverju, hvað að þessu fólki? Ég skil þetta ekki, sko, en gott og vel, þetta þau svolítið bara ennþá skoðunar að stjórnskipulagið í Venesúela sé bara frábært. Hvernig maður túlka þetta? Það sé bara lýðræðið og frelsi alþýðunar og öröðana, sko. Ég veit það ekki. Nei, þetta líka, það sem gert náttúrulega rosalega mikið úr bara að það sé svo rosalega, þetta sé allt bandarækjamenn sem búin einhvern veginn að tróða niður. Það eftir að hata þetta bara vestrænt lýðræði og markaðsbúskap og allt þetta. Þetta bara sama hat, þetta blossar alltaf upp. Það kemur alltaf í nýjum búning. Kemur alltaf í nýjum búning og þetta er alltaf það sama samt. Og við erum alltaf að glíma við þetta, að reyna að halda einhverju lýðræði, veikum mætti. Svo kemur þetta lið upp og þykist verið eftir í frelsisbaráttu. Ég sem betur þróri gamall, sko. Þetta bara alveg, sko, hræðilegt að hugsa þetta. Og það heil útastöð sem að básóla þetta, sko. Hefur ekki farið á samstöðina? Jú, ég fer alltaf reglulega til þess að bara hugsa mig, hvað hægt að vera mikið út í móa? Ég alltaf, þetta könnun, sko. Svo allt fólk meira minn einhverju ójafnvægi og tilfinningaríkt og heldur að það getur síðan stjórna landinu. Ég bara, guð minn almátt, sko. Ég reyndar, já, þetta svolítið svona Jordan Peterson var að taka til í herbygginu en hann náttúrulega að skipta þar á landsmálinu. Það er jafnvel, sko, að tilfinningarlegt ójafnvægi gerir þig líklegri til þess að vilja taka við stjórnartaumannum á Íslandi, sko. Já, þetta sko, ég veit ekki hvernig á að lýsa þessu, veist, sko, við þurfum þetta að vera raunsæ, við þurfum að vera skynsemi og dóngreind, sko. Ef þú átt að bara láta tilfinningarnar á það, þá endar alltaf illa. Endar alltaf í ofstæki, endar með hryllingi. Þess vegna hefur all þessi sósíalíska hugmyndafræði, sósíalísku lönd endað með ósköpum. Sem hefur tekið bara heilu kynslóðarnar, sko, bara úr sambandi. Bara verið í örbirgð og vitleysu, ófrelsi, kúgun, öllu þessu. Og svo kemur bara fólk sem enn að boða nákvæmlega sama þetta fólk sem tók völd í þessu löndum að þetta sé nú framtíðin. Og það muni ganga bara betur næst. Það bara tilfinningin svona, það bara þolir ekki þetta vestræna kerfi þar sem auðvitað fólk gengur misvel og allt þetta og það finnst að verða undir eða eitthvað og þá þarf að búa til eitthvað réttlátara samfélag og hann smíða það, sko. Menn enn að reyna þetta og eina sem gerist það að það verður bara örbirgð og engin framleiðsla og engin kaupir eitt að því að það er ekkert að gerast. Og það er bara fullt af fólki á Íslandi sem ekki enn búin að átta sig á því að velferð felst í því hvað þetta blessaða atvinnulíf getur skaffað. Og þá skiptir máli hversu samkeppnishæft það er, hversu liðlegt umhverfið fyrir atvinnulífið er og vel að merkja að atvinnulífið er ekki bara eigandi fyrirtæki sem heldur líka starfsfólki. Og það nýtur góðs að þessu. Velgegn þessar fyrirtæki. Þetta er gjörsamlega útilokað eins og að koma það sín í hausinn á sumu fólki. Alveg sama hvað reynt er. Af því það upplifir eitthvað óréttlæti eitthvað slag. Já, en við erum allavega búin að vera hérna síðastlega 2,5 tíma að reyna að koma þessi í hausinn. Ég sé engan árangur, nú bara komið nýtt vor til vinstri, sko, vor. Það verður sko kal í því vori, sko. Fimbulkuldi. Já, það verður kal í öllum túnum, sko. Og þetta er einhvern veginn, sko, eins ágætt fólk þetta getur verið örgulega sumt vilt vel og einhvern veginn tilfinningarnar stjórn öllu og öll svona dóngreind og skynsemi bara fík út í veður og vind gjarnan og þó séu til auðvitað einhverja undantekningar á því en leiðu þetta fólk sem eitthvað vitir í og er í þessu flokk og fær völdin þá kannski verður að skynsamara það áttar sig betur á hlutunum eins og kannski sumir voru í vafki á sínum tíma en þetta er einhvern veginn samt svo erfitt og fólk heldur það að öll þessi réttindi og öll þessi lífsgæði hafi verið baráttu sósíalista fyrir einhverju bættu kjörum. Það er ekki þannig. Eina sem bætir kjörðin
er öflugt atvinnulíf sem skaffa verðmæti. Þetta bara nær fólk ekki. Nei. Og ég bara er að gefast upp á að reyna að laga þetta. Sko. Nei, við lögum þetta. Við lögum þetta. Ég held að við höfum gert eitthvað af því núna henni í dag. Já, vonandi. Ég hugsa sérstaklega um ungt fólk sem hefur þetta alið upp í þessum skólum sem hefur verið að innræta þessa vitleysu að hefur bara komtu á sensus, sko. Við sjáum til. Já. Fjölbreytileika og mannúðar prófessorinn. Bara frelsið. Já, sem kemur með mannúð, mennsku og fjölbreytileika. Já, við erum þetta gölluð og kunnum við ekki alltaf að fara með frelsi og við erum gölluð og allt það. Það er samt þannig að frelsið skiptir máli. Já, ég er hjartanlega sammála því. Brynjar. Já. Mikið gott að sjá þig. Svo vona að þú fáir ekki vinnu, þannig að við getum haldið þessu áfram. Já, það er ekki útsýður. Takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst. Já, takk fyrir.